Did you know that we were the first country to recognize the independence of Lithuania? Já, Litauen. So that was a hot issue? Yes. Já. John Baldwin Hannibalsson went over there himself and just recognized them. Iceland, best in the world! Sko. Já, það engin afsláttur sko. Við erum líka komnir í loftið, þannig að það gott. Já. Þetta ekki fyrsta skipti sem við förum hérna í loftið, svona, við erum ekki tilbúinir. Við erum að tala um hvað Gísli Marteinn var leiðilegur, en hérna, byrjum þetta. Það var ekki margir sem voru ósammála því hérna í stúdíunni hjá okkur, en hérna, við erum náttúrulega... Það heyrðust engin mótmæli. Nei, það heyrðust engin mótmæli við því. En hann náttúrulega, bara eins og maður segir, the elephant in the room eða fíllinn í herbygginu, það Sverrir okkar ekki á svæðinu. Nei, einmitt. Við erum satt þrýr sem höfum verið saman með þáttinn og hann fór erlendis, í Tælandi og hérna, hann kannski umdeildastur á okkur. Hvað segir hvað hann gerir? Ég held sér bara í fríi, bara í löngu jólafríi. Ég held að það sé ekki einu sinni birtingarhæft í þætti svo okkar, sko. Ég veit það ekki. Hann hefur verið sakaður í mjög slegt, sko, en hérna... Ekkert vafasamt. Jú, en hérna, en gott og vel. Jón Baldvin, þú gestur kvöldsins og hérna langar þig að fara yfir ferilinn eða á ég að svona stikla á stóru? Já, þú að halda því til haga að ég var efnilegur togarasjóari á námsárunum og sömurinn og dreymdi alltaf að ná þeirri fremd að verða skipstjóri mínu eigin skipi en það rættist aldrei. Nei. Svo varst þú skólameistari líka á Ísafirði? Já. Þeir, gamli nemendur Hannibals, ég sótti ekki það starf. Nei. Og sá mig nú ekki í anda sem tiftunarmeistara unglinga á vandræðaaldri. Því sjálfur var ég óskólahæfur. Sæði nú úr MR vegna leiðinda. Tilkynnti rektor það. En það var nú eins og með aðra hlipidóma sko gegnum það starf á uppgötauði það ég var settur í þetta starf 3 vikum eftir að umsóknarfrestur var útrunnin alla framhaldsskóla á Íslandi þegar hún voru nú ekki margir þannig að ég var að fara persónulega og ná í nefnendur og þöngva þeim til þess að koma og taka þessa áhættu og svo framvegis en svo uppgötauði það að ég hafði bara aukt blað, það var ekki til þess námskrá menntaskóla svo nú stóð upp á mig sem hafði sagt mig úr skóla í MR vegna þess að hann væri eins og ég sagði, algjörlega menntunarsnauður og óbærilega leiðinlegur þannig að ég þurfti að búið til námskrá fyrir menntaskóla og sína hvernig menntaskólar ætti að vera og hann varð undir minni stjórn besti menntaskóla landsins nokkura ára skeið. Já. Það er glæsilegt. Já. Ég frétti frá honum Helga að þú er líka mögulega einhvern tíma komin nála stjórnmálum. Já, það minni mig á það að Arnór elsti bróður minn var fyrir einhverja satír sko málkunnugur vel Jónasir frá Hriflu og amma mín var framsóknarkona á Móstrandsseljum og elskaði Jónas. Þannig að við fórum í jarðarförunars þegar hann dó, ég held þetta verið 65. Og þar var prestur sem að jarðsöng Jónas frá Hriflu og hann talaði mikið þingeingin, hann talaði mikið mannin sem fór grúnt við leiðin af sjálfmenntaður en hámenntaður, hann talaði rithöfundin, hann talaði uppeldisfrömun, hann talaði skólastjóran, hann talaði bara allt. Svo var eina aukasetning. Og nokkur skeið hafði hann allmikil afskipti af stjórnmálum. Já, svona smávegis. Það mátti ekki nefna pólitísku guðsorð, það var bannað að tala það í kirkju. Já, það er... Þú varst sko í rétt rúma 2 áratugi í stjórnmálum, þú varst formaður Alþýðuflokksins, fjármálaráðherra, utanríkisráðherra, sendiherra í Finnlandi, seinna í Bandaríkjunum. Fyrst í Bandaríkjunum. Fyrst í Bandaríkjunum, svo já, og þá heyrðu Eystrasaltslöndin undir líka, það ekki. Og Úkraína. Og Úkraína, já. Já. Við ætluðum nú að ræða það kannski aðeins og eftir. Ég reyndi að koma upp fyrir stríði í Úkraínu. Það þeim að kenna, það tókst ekki.
Úkrænumönnum. Ef við ekki bara byrja á því að demba okkur þá í það. Jó, fyrst við erum byrjaðir. Þetta áhugavert stríð og núna er Ég ætla að byrja á einu fyrir ekki að Helgi ára byrjar. Já. Þá eitt strax komið eitt komment bara sem spyr bara strax að hann Jóhannes spyr er ekki hægt að redda manninum skipi. Það var að tala ná hann. Láta ná þessum Já, þetta mennaðleysi hjá okkur í bjórkastinu. Það er rétt. En já, þeir eru að reyna að semja frið núna í Úkraínu og þetta stríð sem að hófst í febrúar 2022 hefur náttúrulega breytt óbáslega mörgu í heimsmyndinni, alveg rosalega. Og þér langar að koma inn á það hvernig þú reyndir að afstýra stríði. Þetta byrjar 2014 cirka? Af hverju þurfti að afstýra stríði á þeim tíma? Hvað var að gerast? Ég sendi þetta til Úkraínu á árunum með aðsetri í Helsinki en kom þar nokkrum sinnum á árabilinu 2003 til loka árs 2005. Þá ég náttúrulega búin að hafa ýmis verulega afskipti og til stuðning sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsþjóða, þannig að ég þekkti nokkuð vel til. Ég gerði mér grein fyrir því að Eystrasaltsríkin litlu, þau sem sé, þeim tókst loksins, þrátt fyrir engan stuðning leiðtoga lýðræðisríkjana í NATO, að endurheimta sitt sjálfstæði og það mátti ýmislegt af því læra, sko. Þau höfðu náttúrulega reynslu af því að hafa verið sjálfstæðar þjóðir á millistríðsárunum og reka einhvers konar, fjölþjóðleg þjóðfélag og segjum að þau höfðu verið lýðræðisleg. En það var ekki mjög sannfærandi? Nei, ekki mjög sannfærandi. En aðalatriði var að þegar þau horfðu til framtíðar þá vissu þau að björnin, stóri björn fyrir austan, hann var allur í lamasessi, tannlaus og miklaður, en hann myndi ekki vera það eilífu, eins og Lennart Meri sagði við mig, býttu bara, hann vaknar. Og þau hugsuðu það, þau höfðu þessa reynslu, þau höfðu verið hernuminn og fyrstulega þólað innrás og hernám og innlimun. Og þau voru auðvitað með lífi í lúkonum að ef hann vaknaði að þá myndi þetta byrja upp á nýtt. Og þeir höfðu lært af reynslunni og nú einblíndu þeir á, þrátt fyrir alla upplýsnina sem þegar kommunismin hrundi og það var allsherjar upplausn, efnahagslífið var ónýtt og það var pólitísk upplausn og það var í Lettlandi voru 40 stjórnmálaflokkar á tímabili. Okay. En þetta að gera svona í kringu 91 þá? Þetta að gerast á árabilinu 88 til 91 árslok. Já, 89 er Berlínarmúrinn að falla og þau eru að leysast upp að Sovétríkin til 91. Ástæðan fyrir því að við leiðtogar Vesturveldana brugðust í stuðningi við Eystrasalts sjálfstæðishreyfingarnar voru að þeir held að þeir væri að semja við góði maðurum var Gorbachev og þeir held að þeir væri að semja endalok kalda stríðsins og nýja heimsmynd við hann og hann væri leiðtogi lýðræðisaflana í Rússlandi og það mætti ekkert gera eða segja sem að græfi undan honum því hann myndi vondu kallandi komatnir og það gæti haft af sér þá væri heldi kaldarstríðið áfram, gæti jafnvel orðið heitt stríð og svo framvegis. Það mátti undir engum kringumstæðum grafa undan Gorbachev. Eystrasaltsríkin voru að segja við endurheimta sjálfstæði okkar. Það þýddi það auðvitað að fara úr Sovétríkjunum sem Gorbachev leita á sem drottinsvík og upphafa endalokum sínum sem það var. Með öðrum orðum þeir gerðu þetta barnalegu vitleysu að binda trússitt og örlög stefnunar við pólitísk forlög eins manns, Gorbachev, gerðu sér enga grein fyrir því hvað var að gerast í Rússlandi, áttuðu sér ekki á því að það fjaraði undan fylgi hans og stuðningi, áttuðu sér ekki á því að það var Boris Jeltsin sem var orðin ef einhver var leiðtogi lýðræðisaflana og Bush eldri,
hann flutti hérna ykkur fáránlegustu ræðu sem umgetur, hann ávarpaði þjóðþingið í Kív í ágúst 1991, 3 vikum áður en að Úkraínumenn farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og einhverjum vikum meira áður en þeir endurreistu sjálfstæði. Og ávarpar hérna verkkomna rata og segir kæru Úkraínumenn, guðana bænum, hérna ekki fara út úr Sovétríkjunum, hérna semjiði við Rússa heimastjórn og eitthvað svona, því að ella hérna fer allt á hvolf og já, þetta var kallað, ég manna gamli dálkahöfundur New York Times kallaði þetta chicken keef ræðuna. En það var svona, þetta var leiðtogi lýðræðisaflana að segja á seinustu stundu við leiðtoga sjálfstæðishreyfinga þessar 3 landa, þeirri ekki gera neitt. Mitterrand og Kohl skrifuðu bréf til Landsbergis og báðanum að fresta sjálfstæðisyfirlýsingunni sem að Litáar höfðu þá þegar birt og var samþykkt í þinginu þar, byrjun mars 90. Með þennan bakgrunn þá standa þeir þarna í rústónum, upplausninni, en hafa eitt markmið. Fullnægja öllum skilyrðum við inngöngu í Evrópusambandið og NATO. Evrópusambandið og NATO. Flokkun og fækkaði strax 20. Og ef maður ætlaði að keyra út af þá og segja, nei, þetta spillir fyrir. Við verum að sameinast þrátt fyrir allan okkar ágreining þetta eru markmiðin, því að við verðum að festa okkar nýfengna sjálfstæði í sessi, við verum að taka út öryggistryggingu í NATO og allt sem og gera allt sem til þess þarf, annað ekki. Og það var komið á Úkraínu, það sem að vantaði í Úkraínu, ef Úkraínumenn hefðu farið að ráðum og dæmi þessara smáríkja, þá er ekkert stríð. Þá væri þeir í NATO. Akkurat. Þá væri ekki haldið fram því sjónarmið nýlenduvelda að stórveldi eigi að ráða nær á brót eða nær umhverfi sínu. Eiga Bandaríkjanna að ráða yfir Kúbu, eiga Bandaríkjanna að ráða yfir Mið-Ameríku, Suður-Ameríku, já, segir Monroe-kenningin. Og rússneska nýlenduveldið segir það sama, við eigum þetta, við megum það. Ég styð ekki þá kenningu. Og ég barðist fyrir því innan NATO, að NATO styddi ekki þá kenningu. Heldur stæði við prinsipun að styðja sjálfstæðisbaráttu þessara þjóða og það er eins og það er. Þeir fengu sitt sjálfstæði sjálfur en þeir fengu engan stuðning frá utanríkisráðherrum lýðræðisríkjanna, engan annan og þess vegna er ég þjóðardýlingur í Litáen. Ég er ekki þjóðheti, ég er dýrlingur sko. Við vorum að spila auglýsinguna hérna í byrjun. Ég komið til Litáen, það eru götur og ég heilt torgjabel nefnt eftir og svona. Já. En þá er komið að hann Kutsma hérna. Kutsma er forseti, Leonid Kutsma, Krausjúk var fyrsti forseti Úkraínu. Leonid Kutsma, ég er ekki vissum í munin rétt alveg, en hann er við völd á þessum árum þegar ég er í Úkraínu og við tölum saman í ársbyrjun 2005, janúar. Og það er hann sem býður viðtal. Hann býður mig, sem þá er bara stattur þarna, sem sendi þeirra Íslands, viðtal við sjálfanann og þá forsætisráðurann sem var þarna nöfnin. Hann sá sem flúði, rússaleppurinn. Já, hérna sem var allur orðin krambulerar í framan eftir einhverja, ég reyndar ekki drepan. Ég er auðvitað saman. Nei, það var Viktor Yushchenko. Já. Sem rússar voru búin að eitra fyrir. Já. Hann tók við af þessum. Já, ok. En ég, sko, þess að komað nú aðalatriðum frá mér, þá er það þetta að forseti Úkraínu
sá sem að samdi við Jeltsin á sínum tíma og Hvíta-Rússlandsforsetan að leysa upp Sovétríkin og hérna þessi stórmerkilegur maður, hann var það. Hann biður fund og segir, ég veit að því að þú komst mikið við sögu í þessum EES-samningum. Hann hafði það að markmiði að reyna að koma Úkraínu sem fyrst inn í Evrópusambandið. Evrópusambandið ekkert nema byrokrati og reglugerðir og sko endalaust þvæla aukaatriði. Þetta var ekki spurningum einhverja reglugerðir smjör eða kjúklinga. Þetta var upp á líf og dauða. Já. Og annarkvort var ekki, ef að Úkraína átti að eiga sjans, þá var það meðan að Rússland var í rúst og það bara núna. Og hann var orðinn alveg gjörsamlega leiður á öllum sínum viðtölum við þýsku samningavélina hjá Evrópusambandinu. Svo hann biður fund, hann stóð í 1,5 tíma og hann var með sína Evrópusambandssérfræðinga, 7 með sér og hann segir, ja, þú veist allt þetta EES, við viljum fá að vita allt það og það lókum bara einn spurning, það möguleiki ef við göngum í EES að við komumst baktería megin inn? Það var hans spurning. Og mitt svar var að ég leita skref fyrir skref það hvað EES væri hvað það væri ekki hvernig við hefum samið og hann yrði að hins vegar að tryggja það að fá stöðning bandarísku stjórnmálafórustunnar fyrir þessu líka. Ef hann ætlaði, en innan EFTA, ég fullyrti það án samráðs við nokkurn mann að við myndum taka honum vel. Og ég sagði þetta var janúar 2005. Ég held bara nokkrum mánuðum seinna var hann fallinn frá. Ekki dauður en féll frá völdum. Og fyrir ekki, var það eitthvað tengt þessari ákvörðunans eða var hann komið frá eða hvernig? Hann náði bara ekki endurkjöri. Já. Hann er dálítið merkilegur kall því að það engin aukvísi sem að semur það að leita niður Sovétríkin. Nei, en Úkraína var það nú svona kannski eitt stærsta landið þarna fyrir utan Rússland í Sovétríkjónum. Þróaðasta, innmætasta, sterkasta og þeir vita það í Kreml að án Úkraínu verður Rússland ekki heimsveldi. Heldurðu í grunninn að þá ert að segja að ef að Úkraína hefði farið sömu eða svipaðu leið og Litáen þá væri þetta stríð ekki. Já. En hins vegar hefðu ráðamenn í Evrópu ekki verið tilbúnir að taka skrefin og grípa gæsina meðan hún gafst. Það svona í grunninn. Núna eins og staðan heldur að Rússar séu tilbúnir að stoppa í Donbass eða heldur að þeir ætli bara að keyra alla leið að landamærum Póllands, heldur að Pútín muni hætta, heldur að þetta muni skiptast í austur og vestur Úkraínu eða hvernig muni þetta fara? Mun það Dnípró áin, hún fer í gegnum Úkraínu, heldur að það veri skipt landinu mögulega eftir henni? Heldur að vestuveldin geti leyft Rússum að fara yfir Dnípró? Það ekki þá betra að fara inn í vestur Úkraínu og tryggja hana? Það getur reyndast að heimstyrjöld. Höldum áfram að spyrja. Já. Nei, ég er svona velta upp svona möguleikum. Heldur þú að Bandaríkin verði áfram í NATO? Heldur þú að Rússar hafi eitthvað á Trump sem að þýðir það að hann verði að Pútín hafi raunverulega á hann eitthvað eins og gerist í mafíulöndum sem þýðir það að hann geti ekki risið gegn honum. Það eru allra handa sögursagnir í gangi það að auðklíkan í kringum Pútín hafi forðað Trump frá gjaldþroti þessu fasteignaveldans í New York eða hvort það var nú Trump Tower eitthvað staðar og hvort það var spilavítið í það var í Vegas, var ekki spilavítið í Vegas? Nei, það var í Rhode Island Já að það hafi verið rússneski peningar
Það er eitt. Annað er að þegar hann var boðinn til Moskvu að þá hafi verið sér til þess að það verið teknar myndir sem að ekki væri mjög öskilegt að byrta síðar, ekki mjög fjölskylduvænt. Nei, nefnum svona gamla Stasi-aðferðin. Já, þetta er gamla staðferð. Skýrir þetta það að Pútín virðist bara að það virðist vera þannig að í þeirra samskiptum þá er það Pútín sem segir fyrir verkum. Er það svo eða eru aðrar og skýringar til á því hvers vegna það er að Bandaríkjun undir Trump, hann er búinn að segja að NATO séu eiginlega dautt, hann náði því fram að peningum er núna mokað í öryggis- og varnarmál sem að Evrópuríkin hafa vanrækt. Ok, en hann lætur frá sér fara ýmislegt sem að gefur til kynna að ef að Úkraína beygir sér ekki fyrir því sem hann leggur til og ætlar að fá friðarverðlaun Nóbels út á sem eru tillögur Pútins að þá megi þeir geta skýrt því að Bandaríkin skýrt sér ekkert að því. Já, og hann líka vill fá tryggða alls konar verðmæti til þess að fá greitt það sem hann hafði lagt til og sama tíma Telur að hann sé með þessu svona, það er náttúrulega hann er búin að vera svolítið að píska það til hlýðni og vera með það svolítið svo kjölturakka þarna á skrifstofunni sinni meðal annars svona leiðtoga Evrópuríkjana þegar þessi fundur var þarna fyrir ekki löngu síðan þar sem þeir sitja allir svo stilti skólakrakkar og hann svona eiginlega hásætti svona yfir þeim. Já, skammar fólk. Heldur hann sé að reyna að neyða þá bara út úr að bara þannig að hann hafi afsökun til að færa NATO eða Bandaríkin út úr NATO eða bara því að þarna var ekki búið að samþykja þessa auka eyðslu Evrópuríkjana hann sé bara að reyna að fæla það í burtu eða? Væri ekki svolítið heimskulegt á honum að brjóta upp þetta samstarf við Evrópu? Ég meina það virðist vera heimsmyndin hafi breyst ansi mikið með öllum þessu viðskiptabönnum og þessu svona hálfgerða viðskiptastríði sem hefur farið fram milli Bandaríkjanna og Evrópu. Já, það er aðeins svo snemmt að svara þessu spurningum. Trump er náttúrulega fyrir ég verið að tala hann, þá verðum bara að tala við sálfræðinga, ég er ekki sálfræðinga. Þú er ekki mikið álít á honum? Ég hitt hann og er í flugvél með honum frá Flórida til New York í hans enga þotu. Já. Er hann skemmtilegu ferðafélagi? Nei, hann lokaði sig af með hjákonu sinni ferðinni. Já, hann er haft nú að gera allavega í fluginu. En nei, það var ekki spaklegar samræður. Heldur að þessi viðskiptabönn til að mynda sem að fóru á Rússland það voru margir tölu að væri hægt að semja á tímabili það voru samningar í Tyrklandi sem einhver fyrirhandi forsætisráðherra Ísraels að milligöngu með mann rétt og virtust að koma samningar það var sagt að leiðtogi Breta á þeim tíma hafi svona eyðilagt það Leiðtogi Breta það var ekki Boris það var þeir leiðtoga það var með hárið það er stólið úr mig ég veit alveg hann Boris Johnson datt alveg út með bara af rússneskur í móðurætt já, ég meina var hann ekki í forsvari fyrir Breta á þessu tíma því nú haldið fram að hann hafi nú fengið háar upphæðir fyrir að skemma þetta Já, en hvað sem öðru líður maður hefði haldið að það hefði verið gáðlegt að semja frið á þessum tíma eða það hefði verið hægt en menn vildu það greinilega ekki Nei Rússar eru nokkuð góður í skák og diktatorinn í Kreml núna er slóttur og undirförull og kann sitt leikjaplan á þess planið 28 punkta planið var náttúrulega ekkert friðarplan það voru afarkostir
uppgjöf, gefist því bara upp og hætti því, sem að Putin setti fram. Putin setti fram og svo sett nafn Trumps á þetta og þetta átt að vera sko svo Það var að kalla 28 púnta friðaplanið. Já, og svo átt að svara strax eða fyrir Thanksgiving því að Trump ætlaði að fá friðarvelun Nobels og það gott að veifa því Thanksgiving það voru að geta kjúklingin Jú. og en síðan var slakað á, já og þetta ennþá yfirstandir, mér ekki búin að sjá endapunktinn. Rússar eru búin að sækja rosalega fram bara síðustu daga, þeir eru búin að leggja undir sig alveg helling og segja ég fylgist þeirka vel með þarna og þeir eru búinir að þeir hafa lagt undir sig mun meira land eins og síðasta mánuðin heldur mánuðin og undan. Þannig að virðist svolítið vera eins og framlínan hjá Úkraínu sé mögulega að bresta. Já. Þannig að þetta gæti verið svolítið krítisku tími til þess að semja sem að þýðir kannski líka það að þeir eru í ennþá verri samningsstöðu heldur en þeir voru. Já. En þetta er svona allt vangaveltur. Hvað heitir hún hérna fyrrverandi utanríkisráðherra Kolbrún Gylfadóttir Reykfjörð. Hún lokaði nú bara sendi ráðinu í Moskvu og hérna sendi alla heim og hérna gekk lengra heldur en nokkur önnur þjóð gerði. Hvað finnst þér þessi viðbröð? Og finnst þér að við þurftum að opna sendir. Já. Þetta er bara... Manni fannst hún svona prjóna svolítið yfir sig þarna sko. Manni fannst þetta að vera svona hálfgert dygðablæti. Hvað finnst þér þetta? Þessi viðbröð, þessi óbóðslega hörðu viðbröð? Það er jo náttúrulega bara mistök, erfið mistök. Er þetta mistök sem að sko nú eru einhverju langræknari heldur en Rússar í rauninni eða sem sagt heldur en kannski Putin og Trump Kínverjar að muna lengra. Já, ég meina er þetta eitthvað sem að við getum einhvern tímann tekið tilbaka eða? Þetta er skammar og nei, það verður ekki fyrirgefið bráð. Nei. Því sem segir, sko, ég veit ekki, þú veist, maður að sér, sko, Putin og Trump og þráttur eru klókir og þá þetta menn sem ekki þekktir fyrir að fyrirgefa auðvitað, sko, ef þú niðurlægir þá. Nei, svo kannski eða kemur ný stjórn og nýji menn, sko, að þá kannski breytist landslægi, maður náttúrulega veit aldrei. En öll þessi viðskiptabönn sem að gerast í kjölfar stríðsins, og þvinganir sem að verða, það er breyta algjörlega sko landslæginu og heiminum. Rússar nálgast Kínverja meira, Norður Kórea kemur meira inn í þetta, Íran fyrir að spila meira stærra hlutverk, BRICS þjóðirnar byrja að byggjast upp, það verður nýtt svona millifærslukerfi peninga með all þessa BRICS þjóða, það dregur úr eftirspurn eftir dollar, þeir reyna að skipta minna með dollar, Indland fer að kaupa olíu af Rússum. Vesturveldin sáu það ekki fyrir, þetta myndi gerast, þetta væri raunhæft. Þetta voru aðgerðir sem átt að draga úr Rússum, en rauninni bjóð til bandalag sem var kannski miklu verra fyrir Vesturveldin. Ég tekur undir þetta? Já, ég tekur undir þetta. Ég fór eins og lét draum rætast að fara á Síberíu lestina frá Peking til Berlínar og það var góð leksía góða slæm. Þetta eru 11 tíma belti og þetta eru ég gerði þau mistök að fara ekki á kínversku lestina sko, því þar var hægt að fá eitthvað að éta og drekka en rúsneska lestin var svona fangaklefa apparat eins og nota í gúlaginu. Já. Þannig og það var ekkert hægt að skipta peningum með eitt en eitt, það var bara take it or leave it. En ég satt þar við gluggann í 7 sólarhringa og sá hvað Síbería er. Já. Og Síbería eru kofaræksni sem eru skökk og skæld og leg og kannski út í drullun ekstar í fjarri er gömul lata, hérna sottjan og kafi í fen og góðar konur hafa svolítið hænsni í hlaðinu til þess að hafa eitthvað í þetta og að öðru leyti er þetta bara auðn. Já, tundra. Og þetta, sko, Kínverjar eru að vísu, þeim fer að vísu fækkandi og næstu árum út af því að þeir gerðu þau mistök að fara að skipa konum og með ekki eiga nema eitt barn.
og það á eftir að vera dýrt því að sko annars býður þessi Síbería bara eftir því að Kínverjar komi og geri þetta byggilegt. Já. Og þannig að Rússar eru sko ekki rúsneska nýölduveldið mun ekki lengi vera í bandalagi við kínverska stórveldið. Já. En Þú heldur ekki að þú heldur að Kínverjar muni sækja inn í Rússland? það er óhjákvæmilegt. Já. Það gerist. Það mun gerast. Þeir muni fara inn í Rússland, taka túndruna, leggja hana undir sig. Já, Það var svakalegt að það myndi gerast. Reiknar með að gerist á svona næsta áratugi eða? Ég reikna nú ekki með að það gerist meðan ég lifi. Nei, þú ert orðinn 86 ára. Já. En það er náttúrulega sko, já þeir náttúrulega geta ef þeir myndi gera, Rússar hafa engan valkost eða þeir eru nú þegar með herinn hérna vestanmegin að fara að flytja hann allarleið yfir. Þeir var ekkert með herafla til að mæta því ef svo myndi gerast ekki móti Kínverjum. Það er alveg ótrúlegt hvað sko bandarísk utanríkispólitík, hvað er það? Innrás í Afganistan, innrás í Írak til að búa til ætla að koma á lýðræði þar. Ég held að sjá nú flestir í gegnum það. Auðvitað góða lýðræðið. Óvilsa. Já. En það mistast allt. Alveg sko, ég fór í fótspor Ho Chi Minhs í Vietnam með vini mínum góðum, Nemanda, Jónasi og hans vietnamsku konu í ársbyrjun sko í fyrra. Já. Og við þrættum alla orðstöfnar í Dien Bien Phu og fórum þar í göngin og komum þar að þar sem að þjóðfrelsisher Vietnama tók frönsku elítina bara og leiddi það út hendur upp á loft. Já. Þetta var stúdía á þessari ótrúlegu sigursælu þjóð og niðurstaða mín var svo að ef við erum að leita að merkasta stjórnmáluleiðtoga undanvarta mannsaldra þá stendur keppnin milli Deng Xiaoping sem að kom Kína aftur endurreisti Kína við dellumakari í Mao og Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fyrir þá sem ekki vita var leiðtogi Norður Víetnam á sín tíma. En Ho Chi Minh, hann er eini einstaklingurinn uppstandandi og reyndar í sögunni sem hefur sigrað 3 heimsveldi á vígvöllum. Nú, býttu nú. Hann sigraði Frakka. Já. Hann sigraði Bandaríkin áður en að þeir voru búin að gjöra eyðileggja landið með napalm og eiturefnum en hann sigraði þá militarily á vígvöllum og svo voru Kínverjar svo vilt sko Kínverjar eru óvinnum Víetnam að sögulega bara 2000 ár og þeir fóru að astnast til þess að 79-80 þá fóru þeir að reyfja upp deilur og allir að fara að blanda sér inn í málunir og sendu inn her og þannig að þeir eru að reka Kínverjar höndu sér líka, það er þriðja stórveldið. Það er líka merkilegt sko að Ho Chi Minh reyndi sko að ná sambandi við sko Vesturveldin og Bandaríkin áður en hann leitaði til kommunistastjórnana til að styrkja sig sko. Alveg hárrétt. Og skrifaði bréf og það var nú bara sett þarna neðst í bunkan og enginn las það og svo kom í ljós þegar Bandaríkin voru komin þangað að hann hafði reynt að vinna með þeim frá upphafi sko. Ég ætla að bæta við þetta Ho Chi Minh að svo kom hún það líka, hann er betra ljóðskáld heldur en Mao var. Já, ég þekki það ekki, ég er ekki góður í kínversku. Ég hef lesið ljóðin hans, hann er svona Jónas Hallgrímsson. Svona þjóðlegur. Frakka voru nú allar einstið merfir, þeir ljóta nú bara komið inn labbandi með hvítaflaggið eða eitthvað, það er svona þeirra einkennismerki í gegn síðan í seinni heimstyrjöldinni. Það var labbað inn bara með hvítafánan. Já, það er svona ekki. Nei, þeir voru brútal. Já, þeir voru það sko, já. Já, voru. En hérna, sko, utanríkispólitík vestrænna ríkja. Já. Undir forystu ríkis lýðræðis í heiminum, Bandaríkja Norður Ameríku.
það nú meiri óskapnaðurinn. Og það bara mistök ofan. Þeir telja sig hafa sigrað í kaldarstríðinu og í hugmyndafræðilegum ágreiningi við Sovjetkommunismen fram til Harakiri, hann hrundi, hann leystist upp. Já, það var meira sjálfsmál. Menn vilja meina það að það sé rauninni það sem gerist yfirleitt alltaf með kommunisma, sko. Er þú ósammála því? Já, alltaf. Hvar þú ert búin að reyna þetta í Kína Mao, þú ert búin að reyna þetta á Kúbu hluta. En nú fullt af... Og að reyna þetta í mörgum löndum að kannski hefur gengið kannski hvað best hjá kynverónum, en þeir fóru kannski svolítið frá upprunalegu hugmyndafræðinni. En nú engin skortur á bláhörðum ungum stelpum með hring í nefinu sem segja alvöru kommunismi hefur aldrei verið reyndur. Það hefur aldrei reynt á hann. Já. Ef þú ert nýkomin út úr selvu námskeiðinu hjá Einar Olgeirsyni, þá myndirðu segja það. Bróðin sem þú nefndir á hann, Arnór, hann læriði í Rússlandi og heimspeki ef ég man rétt og var í svona marxísk-leninískum fræðum einhverjum og snerist síðan algjörlega á sveif gegn kommunisma eftir að hann komi heim og skrifaði það bækur og svona eftir að hafa kynst þessu öllu fyrstu hendi. Þannig að þú þekkir þetta ekki svolítið vel í gegnum hann. Já. En mér langar að fara aðeins áður við förum og ræðum EES-samningin og hvað mætti betur fara í honum sem að hefur verið rosalega mikið talað og þá langar mér svona að fara aðeins yfir stjórnmála landslægið eins og afdrif sjálfstæðisflokksins. Það hefur farið mjög lækkandi fylgi sjálfstæðisflokksins og stefnan sem hefur breyst einhvern veginn hvað hann stendur fyrir. Það er eitthvað stefna. Ég get ekki séð það, það er eiginlega spurningi mín til þín, sko. Þú veist, hvað hefur farið úrskeiðis hjá sjálfstæðisflokknum á undanförnum árum og hvernig hefur flokkurinn vikið frá þeim gildum sem hann barðist fyrir á sínum tíma? Á mannamáli, hvað í fjandanum í gangi? Já. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn á lýðveldistímanum, svona nokkurn veginn, það er því alltaf. Já. Fyrsta sem hann gerði þegar lýðveldi var stofnað, þá stofnaði hann ríkisstjórn með komum, nýsköpunarstjórnina. Alltaf þegar að Ólafur Thors fékk tækifæri til að stofna ríkisstjórn og byrja hann að hringja Einar og Brynjólf því að þeir voru svo skemmtilegir. Og Ólafur var skemmtilegur líka. En nýsköpunarstjórnin til þess að eyða gjaldeyrisforða Íslendinga eftir stríðið keypti úrelta togara frá Bretlandi fyrir þetta og svo fór hún í kreppu. Maður heitir Benjamin Eiríksson, gáfasti hagfræðingur sem við höfum eignast. Hann var kvaddur til frá Alþjóðabankanum og kom með plan það að koma á markaðskerfi, samkeppnismarkaðskerfi á Íslandi í staðinn fyrir þetta hálfa Sovjet sem við vorum. En þá voru ríkisstjórnir undir forystu Ólafs Thors og þær klúruðu því öllu saman. Því að sjálfstæðisflokkurinn var í ríkisstjórn frá upp af lýðveldisins og þangað til að viðreistarstjórnin var og hann bara framlengdi gamla Sovjetkerfið. Gamla Sovjetkerfið var helmingaskiptareglan að það var ríkisforræðiskerfi, það var ekki markaðskerfi, engin samkeppni. Það var skipt milli tveggja pólitískra eininga, annars vegar var SÍS og Framsókn, hins vegar var einkaframtæki, svo kallað, og að öðru leyti var þetta skömmtunarkerfi. Hverjir breyttu því? Sá sem að breytti því, Gylfi Þór Gíslason og formaður Alþýðuflokksins. Hann breytti því sem hægt var að gera í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn, það er að segja að henda út skömmtunarkerfinu, að taka upp markaðsskráningu á genginu og leyfa innflutning frjálsan. Þetta var viðreisnin. Hvaða ár voru þetta? Þetta voru árinu milli 1960 og 71. Svo tók við framsóknar verðbólgutímabil frá ég var bætaði við og Gylfi kom okkur inn í EFTA undir lokin á þessu tímabil 1970.
þegar ég kom heim EFTA is a European Free Trade Organization ég var fulltrúi samtaka frjálslyndra og vinstrimanna í nefndinni sem að undirbjó EFTA-ingönguna ég var svo anskoti gamall þannig að það var Gylfi sem bara klassískur evrópskur sósíaldemókrat en sjálfstæðisflokkurinn sko var svona partner í þessu, hann samþykkti þetta, en eftir sem áður varu bankarnir, ríkisreknir, fjárfestingarsjóðir, pólitístýrðir, útlutningurinn, einokunar hringir og allt upp á mann. Þetta var hálfgerð Sovjet. En svona myndin sem að menn hafa af sjálfstæðisflokknum í dag, allan að þeir sem koma minni kynnslóð, að hann sé svona meiri frjálsíkjuflokkur. Já, hann, sko, næsta skrif nefnilega eftir EFTA síðan sko EES sem breytti þjóðfélaginu og þar erum við komnir að mestu mistökum sem gerð hafi verið í íslenskri pólitík sem Steingrímur vinur minn Hermannsson viðurkennir í seinasta bindi á seinustu blaðsíðunni í þriggja binda ævisögu sinni Dag Edderson, helviti góð bók, mæli með henni já að mestu mistök í íslenskri pólitík. Sko EES-samningurinn hann unnin efnislega því sem næst alveg í vinstristjórn Steingríms Hermannssonar. Ég var pólitíski verkstjórinn, vann þetta alltaf undir mjög góðri samvinnu við Steingrím sem var góður verkstjóri í 30 flokka ríkisstjórn. Við héldum seminör fyrir Alþýðubandalagið og Þingvöllum til þess að kenna þeim á markaðshagfræði og þeir virst vera bara sæmilega námfúsir. Ég heyrði aldrei nokkuð skapa eitt múk frá þeim að þeir voru móti í EES-samningnum. Okay. Fyrir að það kosningar 1971 og þá EES, það eina máli EES með það móti. Nú, ég bjóst við því að við stæðum saman um þetta. Þá kosningarnar eru vorið, 91 já. Samningarnar höfðu staðið yfir frá 89 haust. Samningurinn undirritaður 92 og hann gengur í gildi 94. En 80 og 8 undirbúningu, 89 samningar, 90 og 91. Ég var að segja mestu mistök sem Steingrímur viðurkenndi. Hvað þýddi þetta? Þetta þýddi það að ég var neyddur til þess til þess að tryggja EES-samningnum framgang og þingi. Þeir snerust á mótornum og þvílíkir. Ég var allt í landráðamaður. EES-samningurinn sko var auðvitað brot á stjórnarskráni og hann var nýr gamli sáttmáli og ég veit ekki hvað og hvað. Sjávarútvegurinn, spænski flotinn myndu veiða hérna upp í Kálgörðum. Vinnumarkaður, portugalskir verkamenn myndu hérna flyttast inn í landið og undirbjóða hérna laun. Það var allt, bara allsherjar hrakspá og þetta voru samstarfsmenn mínir, Steingrímur og Ólafur Ragnar, það var fjármálaráður í þessari stjórn, sem allt í einu snerist svona heftarlega. Já. Við ríkisstjórnin hélt velli með einsmanns atkvæði. Þá komu þau til mín og sagði við skulum gera það forsætisráðherra. Ég lærði til forsætisráðherra í Göteborg og loksins þegar þeir hérna sáu að þetta væri skynsamlegur ástöfun þá sagði ég nei takk. Og af hverju? Það vegna þess að ég tjekkaði á því hvaða menn það væru sem myndu undir engum kringumstæðum styðja samningin. Þannig að ég hringdi Davíð Oddsson sem ég þekkti ekki neitt þá en leist svona nokkuð vel á strákinn. Ég heyrði að hann væri svona frekar hérna brattur og hortur gemlingur. Já, og skemmtilegur strákur.
Hann reyndist allan að vera helviti góð kandidat, hann var nú forsætisráður í 18 ár. Nokkuð efnilegur. Nú, og sko sjálfstæðisflokkurinn var á móti EES, stjórnarnarstöð, alveg harður, með öllum sínum gamlu rökum, hann var sko ekkert viðskiptafrelsi eða neitt svoleiðis sá. Þetta var compromise, þið fóruð ekki inn í ESB, þið fenguð EES-samningin. Já, vinstristjórn semur EES, vinstristjórn sem snýst gegn honum, sjálfstæðisflokkurinn var á móti, en til í að segja já, en ef ég verið forsætisráðherra þá skulum við sjá þetta. Ok. Og þeir sem voru á móti, sko, Framsóknarflokkurinn klofnaði, 50-50, kvennalisti var náttúrulega alltaf á móti, var manna að hugsa. Þannig að, ég að segja, mestu mistök sem forystumenn vinstri flokkarna gerðu á þessum tíma, þau eru graf alvarleg, var að koma í veg fyrir að þessi vinstri stjórn héldi áfram. Nú legg ég fyrir ykkur gátu. Hvað haldið þið að hefði orðið Davíð Oddsson ef hann hefði komið hérna inn í þing, nýbúin að fella Þorsteinn Pálsson með klofin í sjálfstæðisflokk og klofin þingflokk, engin raunveruleg tök, þrælatök á þingflokknum. Hvað heldur hann hefði orðið hann í stjórnarandstöðu gegn mér og gegn Steingrími og gegn Ólafi Ragnari, ekki róð í okkur, í rökræðum. Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið dæmdur til verulegar langvinnar og sársaukafullrar stjórnarandstöðu og byrjaði að klofna eins og hann að taka út núna. Já, hann var kannski komin í svipa fylgi á hann núna. Þetta var löng leið að góðu svari. Já, og því erum utan það, en það sem þú sagði sko með nýfrjálshyggjuna, hún nefnilega sko eins og einbreiður hópurinn náttúrulega boðskapur nýfrjálshygjunar. Já. Einbreiðin sem sagt ákveðni menn sem að koma inn í sjálfstæðisflokkin seinna meir. Já, það eru postularnir 12. Ég get bara til að tala fyrir sjálfa mig sko þegar ég segi sko ég að hafa rosalega gaman að þessari pólitísku sögu sko. Þannig að ég bara hlusta eins og sko. Ég segi bara halda áfram. Það voru sem sagt nokkrir strákar sem að það var hérna Friðrik Sófusson, það var Davíð Oddsson, Halldór Blöndal mann rétt og Geir Haarde. Nei, Halldór Blöndal bara botnar vísur. Pétur Blöndal geti að verið, ég örugglega saman með það. Já, Pétur Blöndal var þingmaður, hann var ekki hann var ekki í einbreiðinni. Hverju voru í einbreiðinni? Einbreiðin hérna Davíð, Geir Haarde, Hannes Hólmsteinn, Kjartan Gunnarsson. Kjartan Gunnarsson bógurinn í þessu. Og hérna Reynir Jón nokkuð Bjarnason sem Friðrik. Þetta eru postularnir 12. Þetta eru Þetta eru svona aðalmennirnir. Þeir koma inn með þessa nýfrjálshyggju. Þeir voru yfirleitt voða skotnir í Margaret Thatcher. Já, akkurat. Hún væri mikill mannmyndsprekka. Thatcher og Reagan á þessu tíma að koma inn með nýfrjálshyggjuna. Ég svolítið hlindur henni. Já. Ert þú svolítið? Já. Passa þig samt. Já, ég skal reyna að fara varlega. Margir vilja meina að þetta sé hálfgerður fasismi í dag sko. En já, mér fannst allan þetta var mikið uppgangstímabil. Áður en við höldum áfram fyrir gefiði. Ég var að spá í hvort við myndum vippa í smá í kommentina. Já, fyrirkomulega þannig í þættinum að fólk getur sett inn spurningar og meðan það horfir á í beinni útsendingu. Þannig að við ætlum að henda okkur í nokkra spurningar. Henda okkur í nokkra spurningar sem koma hérna frá áhorfendum sem að horfa núna. Og það náttúrulega byrjaði á það að maðurinn réttilega, hann Jóhannes, hann réttilega hneykslaður að við skulum ekki redda manninu skipinu. Og góða kvöldið, alvöru þáttur í kvöld. Og skál, segir Beggi HB, það ekkert flóknari það. Og svo kemur Kolbeinn Stefánsson, JBH, Jón Baldvin Halldórsson, hefur yfirburða þekkingu og reynslu, var hafsjóra fróðleiks fortíðina. Það sem gerði hann að stórpólitíkusi að hann hafði skýra sín á framtíðina með grunar að það hefði ekkert breyst. Það væri fróðlegt að heyra hvernig hann metur alþjóða stjórnmálin í dag og hvert Evrópa á að stefna næstu árum og áratugum. Já, við náttúrulega stefnum á að fara svolítið í þetta á eftir. Hérna það Leonid Kučma mögulega, getur það passað sem vorum að ræða á hann, nafni sem við glemdum? Já, nei, við myndum nafni hans, en
Við glemdu nafninu á forsætisráðherranum. Já, alveg rétt. Viktor, Ég ekki bara flettaði upp hérna á eftir. Hérna segir stjórnsýsla, eitt sem heitir stjórnsýsla, hérna með notandanum neð, spilavítin voru í Atlantic City sem fóru lóðbent á hausinn. Já, var það svoleiðis. já. Býtum við, svo erum við EES hefur auki bæði stjættaskiptingu og glæpi hér á landi og Íslendinga fara svo niður í minni hluta miðan þessa öld. En þá þessi virði, ekki betra heilbrigðiskerfi þráttir þetta miljarna, við rúkum í þetta á eftir. Já. Okkar maður Stiffarinn segir búin að leggja inn á okkur 5.000 kall fyrir bíóið, kveðja Stiffarinn, hann er einn af okkar tryggustu hlustendum, menn geta styrt okkur eða vilja, hafi beint leið aftur í auglýsingar fyrir þáttinn til að reyna að auka áhorf. Svo kemur hérna áhugavert, Kína fer aldrei inn í Rússland, þeir fara bara inn í 100% samstarf eins og það er að gerast, ef Kína fær inn í Rússland þá kemur kjarnorkustyrjöld og enginn á eins mikið af kjarnorkusprengjum og rússar, er þetta hvað... Þú segir þessi óhjákvæmilegt. Það nú ekki rétt í dag með kjarnorkusprengjurnar sko. Er Bandaríkin kom fram á þeim eða? Ég held að það séu bara ekki allar virkar sko. Það getur nú ekki eins og skotið þeim upp eða ætlaði að gera það sko. En það er alveg slatt eflaust. En já, það er svona nuclear deterrent. Hérna, Viktor Janúkovic. Janúkovic, ég ætla aldrei ekki að lesa þetta. Herðu, hérna, mér finnst þetta mjög áhugavert að því að við vorum svona nokkurn veginn búnir að tækla Úkraínudæmið. Hvaða raunhæfur leið til að ljúka stríðin í Úkraínu myndi Jón Baldvin Hannibalsson leggja til? Ert þú með eitthvað svona? Hvaða leið myndi þú sjá út úr þessu eins og staðan er blóðbaði öllu saman hann að... Já, og þeir fóru ekki að mínum ráðum. Já, fyrst að þið voru að starta þessu til að byrja með. Já, einu sinni sagði Gorbatsjov og ávarpaði hérna Honecker Lepsin í Östu-Þýskalandi, tók líkinguna, þeir sem koma seint á járnbundarstöðuna, þeir missa af lestinni. Sagði Gorbatsjov. Þannig að þú heldur að þið séu bara búin að missa lestinni hreinlega? Úkraína hérna er í vonlítilli stöðu ef Evrópa gerir ekkert. Já, og Evrópa átti að vera búin að gera eitthvað. Evrópa átti að Evrópa er búin að álykta og bladra nauðsyn þess að koma á sameiginlegu varnar- og öryggiskerfi. Svo leikur á orðum innan NATO, sér innan NATO. Evrópa hefur lýst því yfir að hún ætli ekki að verða undirverktæki fyrir bandaríska utanríkispólitík og samábyrgu öll þeirra mistök. Evrópa er búin að segja mörg ára að hún ætla að samhæfa opna iðnað sinn, opna framleiðslu, það sé Frakkar, Bretar, Þjóðverjar, þannig að það séu staðlar, þetta sé notætt rasl og þau þurftu að kaupa þetta frá Bandaríkjunum. Evrópa eru staðið við eitt eða neitt. Evrópa ætti núna verið í stöðu til þess að geta veitt Úkraínu síldar sem varið hérna flughelgi Úkraínu. Hún hefur ekki tæknilega burði til þess án stuðnings frá Bandaríkjunum. Tæknilega hafa þær hernaðarlega burði til þess í dag? Já, þeir gætu framkvæmt þetta ef þeir fá tæknina frá Bandaríkjunum. Ok. Og þarna er Evrópa hefur ekki burði til að standa við það sem hún á að gera af því að hún hefur verið pólitískt forystulaus árum saman. Ég hef aldrei skilið það á hverju var alltaf þetta rosalega hól mömmu Merkel. Ég skildi það aldrei skilja. Það satt hann í 10 ár og hlustaði á skoðanakannanir og gerði aldrei neitt sem braut í báðu við skoðanakannanir með einu sinni þegar hún hleypti inn þessum 1 milljón flóttamönnum. Þessi varnarstefna Evrópu, alveg sama hvar það var, hvort það var í Svíþjóð eða Þýskalandi einhvers staðar annars staðar, og hún var ofboðslega mikið gagnrýnd. Og hérna, menn vissu þetta alveg, menn sá þetta. Ég var nú eins og í Skerjagarðinum með admiráli í sænska hernum og hérna... Hvernig var það? Já, fyrirrandi tengdapabbi minn var ráðgjafi í þinginu. Já, og hérna... sænska? Já. Og hérna, þar sátum við með þingmanni sænskra demokrata og hérna, og hann var með alltaf svona leyniþjónustumenn að passa upp á sig, sko. Þannig að þetta var svona sérstök stemning svona. Og aðmirállinn sagði það þegar hann var aðspurður, sko, hversu lengi þeir getu haldið Stokkólmi.
hann sagði kannski fyrir hádegi og svo hló hann sko, maður veit náttúrulega þetta ekki svona opinber yfirlýsing, en þá voru bara nokkrar tugþúsundir held ég á þessum tíma sem að voru aktívar í sænska hernum, þetta var ekki neitt og þá var þetta allt búið að liggja niðri út af því að allur peningurinn fór í eitthvað annað á þessum tíma og það var svolítið það sem að virðist hafa gerst í Evrópu, þannig að þessi óbóðslega hömlulausa innflytjendastefna sem að til dæmis Merkel, hún opna bara dyrnar hana, hún hefur nú ekki sagan og líklega ekki eftir að dæma þetta neitt óbóðslega vel og þetta, sumir vilja meina það, þetta komin á varnarmálum. Hvað finnst þér þess að bæði stefnu Merkel að hafa hleypt svona mörgum inn? Þetta var svolítið hömlulaust og hefur haft ákveðnar svona fylgifiska, aukin glæpatíðni og núna lífeyriskerfi í Frakklandi og fleiri stöðum í vesinni, þeir skulda þessar þjóðir, Bretar, Frakkar 100% og meira 118 af GDP. Hvað finnst þér þetta ástand? Hvað finnst þér þessa arfleið? Heldur þetta hafi haft áhrif á allt þetta varnarsamstarf? Sofnuðu þeir bara verðinum? Hvað gerðist? Sofnuðu þeir á verðinum? Já, þeir komust upp með það vegna þess að til var the Transatlantic Relationship, NATO, hafði verið most successful varnarbandalag í heiminum, þurfti ekki að hleypa af skoti, hafði bara bandarískan nuclear deterrent og þá hérna þá var þetta allt í góðu. Síðan hérna hrynur þessi heimur sem áður var, það er að segja tvípóla heimur kaldastríðsins og Evrópa er þá, hún lítur bara svo á að hún sé í skjóli Bandaríkjanna. Hvaða stjórnmála leiðtogar hérna ríkjasamsteypu sem gerir kröfu til þess að verða einn af höfuðpólum alþjóðastjórnmála á hinum nýja sögukafla gerir sofnar á verðinum og sætti sig við það, já, heyrðu, þetta er allt í lagi, við eigum þarna vini fyrirhyggjuleysi, algjör fyrirhyggjuleysi, algjör svona blinda, þetta var svona, ég veit ekki, ég upplifði þessa stemningu svolítið eins og á einhverju leikskóla, svona dýrin í hálsaskói. Sverrir meðstjórnandi okkar fór með þau stóru orða, Merkel væri lélegasti stjórnmálaleiðtogi Þýskalands fyrr og síðar. Það eru helvíti stór orð, myndi ég segja, sko. Já, það er ansi stór orð. Það eru mjög sterk orð, sko. Talandi hérna Hitler, það er maður í Afríku núna sem heitir Adolf Hitler sem er í hérna, þú veist það, hann er kjörinn. Við vorum að fá þar fréttir í dag að Adolf Hitler er hverginari hættur þáttöku í stjórnmálum. Hvað var hann kosin? Það var í Namibíu, það var í ykkur svona stjórnar, hann heitir hann Adolf Hitler, eitthvað svona afrískt eftirnafn. Svo var ég var að lesa mig til hennar mann og það vil svo til að pappans vissi ekkert samhengi nafnsins, hann bara sá þetta nafn og skýrði drengið það og hann er búin að bera þetta síðan. Og skemmtilegast í þessu að hann er mikill mannréttinda frumuður. Ég var að lesa mig til og þetta er algjör öðlingur þarna. Algjör öðlingur þarna í Namibíu, bara eins og segja, berst fyrir mannréttindum og móti aðskilnaðarstefnu og ég ætla að taka smá kommenti við áður við höldum áfram, því það voru hérna nokkur hérna skemmtilega. Mér langar að spyrja eina svona framhaldsspurningu og kannski finnur einhver flokk komment spurningar á meðan. Sko, Frakkland hefur núna, ég man ekki hvað eru margar ríkisstjórnir sem hafa splundrast undanfarið. Það eru þó nokkuð margar. Já. Og fyrir stuttu að ég er ekki eins og vissum við séum með stjórnar meirihluta núna, eða starfandi ríkisstjórn sem er með meirihluta. Við erum að sjá svipað í Bretlandi. Starmer er búin að vera að leiða með innan við 20% fylgi í skoðanakönnunum, hann kemst til valda með 30% sko, svona popular vote, fær meirihluta, hann er alveg gríðarlega óvinsæll sko. Við erum að sjá mestu mótmæli sem við séð, það er hérna prófessor við King College í London sem heitir David Betts sem að sérhæfi sig í svona uppreisnum og annað, hefur verið spá fyrir þú veist, Sýrland og annað. Hann talar að það séu yfirgnæfandi
líkur á einhvers konar borgarastyrjöld einhvers staðar í Evrópu á næstu 3 árum og metur líkindin yfir 90%. Það svolítið eins og að sko síðustu 10-15 ár þá hafi Evrópusambandi keyrt allt bara í kaf í Evrópu. Þú veist, ef að þetta staðan sko, manni finnst þetta einhvern veginn svona að vera að grotna allt saman niður. Þú talað að fara í Evrópusambandi í dag síðan svo að hlaupa inn í brennandi hús, eða þú sagðir að kannski fyrir áratugum síðan fyrst. Já, víkja að því, sko, staðreyndin svo að Alþýðuflokkurinn undir minni forystu 94 var fyrstur flokka til þess að segja við eigum að stefna að aðild að Evrópusambandinu. Og það var, sko, ég leit svo á sem verkstjórnarmaður EES-samningsins að hann væri ekki til eilífðar, hann væri short-term og hann væri brú yfir til Evrópusambandsins sem myndi að lokum leiða til þess að við færum sömu leið og Finnland, Svíþjóð, Austurríki sem að fóru úr EFTA yfir í Evrópusambandið þegar að kaldarstríðinu lauk og þau gátu varið það fyrir sínu hlutleysir. Áður gátu þau það ekki. Það var ástæðan fyrir því að þau voru í EFTA. Okay. Nú misti ég þráðin. Já, en þess að Evrópusambandi hefur breyst gríðarlega frá þessum tíma. Með bakgrunnin Evrópusamrunans þá er þetta tvennt sem gerðist á forsetatíð Jacques Delors. Það innri markaðurinn og það sameiginlegi gjaldmiðillinn. Þetta tvennt voru stór risavaksin mál. Og það var vegna þess að Evrópusambandi var að einbeita sér að þeim seinasta áratug sko liðinnar aldar að þá kom ekkert í greina stækkun á sama tíma en hérna þetta sko risavaksin verkefni. Innri markaðurinn, hann hefur auðvitað út frá sjónarmiði Evrópu alveg gríðarlega kosti. Sameiginlegur gjaldmiðill ríkja sem eru annars vegar þýska efnahagsundrið og hins vegar gríska efnahagsundrið vandasamt að gera og tæknilega séð að reka gjaldmiðilsvæði með sameiginlegum gjaldmiðli og seðlabanka einum sem ekki hefur vald til þess að vera lender og last resort eða ábyrgðarmaður skuldabréfa útgáfu ríkja og má ekki koma til bjargar þjóðum sem að lenda í skuldarskrísu eða eitthvað svona. Það tæknilega gallað og bara hagfræðin segir sko til þess að geta haft sæmilegar vonir að reka sæmilegan stöðuleika til lengri tíma þá hafa þjóðuríki nú til dags 2 tæki. Það ríkisfjármál, hækka skatta, lækka skatta, auka útgjöld eða minnka útgjöld og það eru peningamál og það þýðir peningamagn umferð og það þýðir vextir og til þess að reyna að stýra frambúð og eftirspurn. Ef að þú sko Bandaríkin eru federal state þannig að Alabama og Alaska geta verið í einu bandalegi að þau hafa sameiginlega ríkisstjórn. Kalifornía, ef það væri talað Kaliforníu menn sko þeir væri bara flatmagandi alltaf á sólarströndum þá myndu þeir þannig Massachusetts ekki vilja borga fyrir þá. Nei. En af því að það federal state þá má beita báðum tækjum. Það enginn sem hefur ég held með sig að Trump hafi ekki dottið í huga að reka Kaliforníu sem á haustnum í ríkisfjármálum úr ríkjasambandinu, það 7. stærsta hagkerfi í heimi. Texas hefur nú pælt í að segja sig úr þessu, en þú ert raunverulega að segja það að Bandaríkin
ganga upp af því að það þú veist, ein ríkisstjórn yfir öllum sambandsríkjónum, hins vegar með Evrópu gengur það ekki upp út af því að það sér ríkisstjórn og hvert og eitt land sovereign, ég veit ekki hvað íslenska orði ég ætti að nota við það, fullvalda, takk. Og hver og eitt ríki þá fullvalda og getur sett sína í lög og reglur, en þetta myndi ganga ef það var í rauninni saminu ríkisstjórn Evrópu, þannig séð yfir öllu og Já, sko, sem er kannski bara mjög langt frá því að vera veruleiki sko. Samrunaferlið í Evrópu róttæk, framsýn og brilljant hugmynd. Án samrunaferlisins Evrópa bara sambland af miðlungs- og smáríkjum, 16 smáríki og einhver miðlungsríki og hún hennar sögu væri lokið sko í heimspólitík. Með því að sameina þá getur hún hins vegar styrkt stöðu sína því efnahagslega Evrópusambandið stærsta fríverslunarsvæði í heimi og það efnahagslega sterkt þrátt fyrir allt. Jafnvel þó það ekki í fremstu röð í tækninýjungum eins og Já. Ef að sko Evrópa ætlar að gera það upp við sig það alltaf frasinn, hann alltaf í öllum sáttmálum Evrópusambandsins við stefnum að Greater Union. Já. Hvað þýðir það? Stefnum við að ríki sem þá federal ríki, alla Bandaríkin með states sem eru eins og býsna valda mikil inn í sínum sérmálum. Eða stefnum við að bara að confederation sem þá allt annað, því það eru alveg fullvalda ríki sem hafa samvinnu á einhverjum tilteknum sviðum. Við getum ekki hvort ætlum við að gera? Hver tilgang, hvað markmiðið sem blasir við okkur? Þetta fyrir Evrópusamband að gera upp, við munum ekki ráða þessu. Nei. Vilja frakkar og Þjóðverjar, Bretar án svara fyrir sitt liti, þeir alltaf gangi í Bandaríkin og eftir Alaska. Breska heimsveldi enda sem Já, heldur það, þeir eftir að gangi inn í Bandaríkin. Já, ég held að. Já, þeir eiga að gera það, eiga það heima. All right. Churchill skrifaði The History of English Speaking Nations og hann var sjálfur hálfur Ameríkani og það, grotna rosalega niður í Bretlandi bæði atvinnulíf og bara svona mörguleiti þjóðlíf og annað. Bara rosalega mikið, hvað maður segja, ekki bara niðurrif og atvinnuleysi þar í, ég veit ekki hvort það í sögulegu hámarki, en það allavega rosalega mikið. Ég veit ekki hvort það skekkir myndina, hversu mikið af innflytjendur eru með á kerfinu hjá sér eða hvernig það Það hefur allavega verið svona mest til umræðu virðist vera og mest umdeildast þú veist, innflytjendapólitíkin og Nigel Farage hefur farið þar kannski fremstur fyrir reformflokkin og honum mjög vinsæll, hann vinsælli heldur en sko verkamannaflokkurinn. Hver formaður breska íhaldsflokksins? Það sko kona frá Afríku. Já. Hver var fyrsti ráðherra skosku heimastjórnarinnar á Pakistan? Já. Já, sárin neittist til að segja Þetta orðið pínu skrítið borgarstjóra vísvegar múslimar í svona ríkjum sem fóru fyrir krossferðunum sko. Ég gerir mig eins og miklar vonir sósíaldemókratan sem var að taka við í New York, í Ameríku. Ég hef bara ekki kynnt mér, hann hefur mikla mætur á honum með það. Hann er eins og pólitíkus var eiga að vera, hann snildar ræðumöður og hann talar, hann fyndinn, nittinn, hittinn, fókuseraður
og já. Hann hafði allan góð samkomulagi verið störa við Trump. Eina sem ég séð af þeim, það er þegar þeir standa, að Trump hann situr og hann stendur við hliðina á honum og blaðamaðurinn spyr hann hvort hann hafi kallað Trump fasista og hann verður voða vandræðilegur og þá nippi Trump í og segir þú mátt alveg segja það. Bara já, ég gerði það. Það tekur ekki tíma heldur en að reyna að útskýra það og segja hún sé bara allt í lagi, sko. Ég varst það svolítið skemmtilegt, sko. Fínu fyndi, sko. Ég hef ekkert fylgst. Kallaði hinnan kommunista? Nei, hann gerði það reyndar ekki. Nei. En þessi, við erum að koma inn á það. Hvað finnst þið með þessa innflytjendastefnu sem hefur verið í Evrópu og svona það sem hefur fylgt inn í? Finnst þér hafa gengið og langt? Hvað er langt síðan sem ég las skýrslu demograf experta einhverja frá OECD það er dálítið langt síðan og niðurstaðan var svo að Evrópu skorti 60 miljón immigranta á næstu áratugum ef hún ætlaði ekki að bara hrynja efnahagslega framtíð, hún er að eldast svo hratt og það þarf að fá vinnuafl til þess að standa undir ellilífeyrinum. Það er annarkvort að fá konur til þess að fæða börn. Já. Og það hefur ekkert gefist neitt rosalega vel að fá svona mikið af erlendu fólki vegna þess að atvinnuhlutfallið virðist ekki vera það sama og meðal þeirra sem að byggja þjóðina þá þegar. Og það virðist vera fer ekki tveljum sögum á því hér til dæmis er það hærra heldur en hjá okkar mun betra að við erum að fá fólk frá Eystrasaltsríkjunum, Pólandi mikið til að koma hérna og vinna og það hefur gefist það sérstaklega vel á sama tíma að þá í öðrum löndum þá er greining til þess sem að Danir létu gera og hollendingar að þá eru svokölluð menaflönd að koma, þú þekkir þau þetta er Norður Afríka og Miðausturlönd að þau eru að koma mjög illa út og eru bara að taka rosalega mikið á velferðarkerfið. Finnst þér að við eigum og Danir, Mette fórstjóraráðherra Dana, hún í rauninni sker upp svona herör gegn þessu, vildi ekki fá fleiri flóttamenn en vildi ekki fá til þess að reyna að vernda velferðarkerfið, þannig að við erum að sjá í Evrópu að þá hefur verið tekið svolítið á þessu. Líka í Noregi, núna fyrst í Svíþjóð, Starmer að lofa einhverju, en vinstri menn hérna vilja einhvern veginn ekki, mér finnst þeir ekki hafa brugðist við með svona, þeir viljast ekki alltaf læra af reynslu annarra Evrópuríkja, þeir eru svolítið seinir á sér. Já, ég sko, ef við ætlum að afsala okkur kontróla þess og hafa enga stefnu, þá náttúrulega er voðið mís, það er til glötunar. Já. Af hverju gengum við í Schengen? Það var ekki út af fyrir sig, það var ekki partur af EES að gangi í Schengen, það var frjáls för fólks innan EES, já, sem að frá mínu bæjardyrum séð var jákvætt, hefur stílað árangri, en ástæðan fyrir því að Schengen var samþykkt eftir á að hyggja nokkrum árum síðar, var að ef við hefðum ekki gert það, þá hefðum við verið að tóka upp landamæravörslu og vísa eftir lit innan Norðurlanda. Já. Og það voru einhvern veginn heilug kýr og það mátti ekki til þess hugsa, já, ok, verðum þá bara með þessu. Sjálfur var ég ungur maður við nám í Svíþjóð á 63-64 já, og upplifði þá hvernig Svíjar höfðu rekið sína flóttamannapólitík og hún var þá með fullu viti. Það er að segja, þeir fengu flóttamenn frá Eystrasaltslöndum, frá Rússlandi, frá Austur-Evrópu og svo á tímabili mikið frá Chile eftir að fasisminn braust þar út. En þetta var, sko, innflytjendapólitíkin var svo, við tökum vel við flóttamönnum og sjáum til þess að börn læri í skólum og læri í sænsku og við útvegum vinnu og við gerum þetta innan þeirra marka sem við ráðum við. Já, það sem innviðin ráða við. Já. Þetta lítur að hljóma vel í eyrunum á öllum helvita mönnum. Þetta var pólitíkir og svo fór allt til helvítis upp úr 2015. Já. Þetta eru sjálfbærar innflytjendastefnur sem bara ganga upp hagfræðilega. Og það er eins og að vinstri menn í dag hafi svolítið skotið sig í fótina, ég hef skotið hann bara hreinlega af eins og píratar og vinstri grænir með svona þessari öfgastefnu í innflytjendamálum sem að hefur sett allt og mikið álag á innviðin. Svo eru heila leikin í því hvað má segja og hvað má ekki segja. Ég ætla að segja það hér að sko reynslan frá Noregi
er svo að innflytjenda ströymurinn þar af múslimum, að það sé öfgamúslimum sem að er fjármagnað, það er alveg opinbert, það er fjármagnað af ræningjahyskinu í Sádi-Arabíu, Safalistar, þeir eru sko búin að byggja 550 moskur í Noregi. Já. Og stór hluti af þeim, meir hluti þeirra, eru uppeldisstöðvar fyrir jihad muslimatrú. Akkurat. 550 sjálfboðaliðar kom út úr þessu kerfi sem sjálfboðaliðar í borgarstyrjöldinni í Sýrlandi. Og múslimska bræðralagið. Já. Aðalatrið er þetta, sko, við höldum uppi, við tökum við flóttamönnum og lauðlendarfólki sem kemur frá, sem er í lífshættu, en alveg eins og við opnum okkar dyr, þá ætlumst við til þess að þeir aðlægi sig á okkur, þeir koma ekki með sín sjaríalög á okkur, þeir koma ekki með sjaríalög sko í Tromsö. Það eru þeir að gera, voru farin að gera. Þeir börnin í Norður-Noregi, fámennum byggðum, voru alveg upp í moskunni en ekki í barnaskólanum. Þetta er della. Þetta er náttúrulega líka bara brot á barnaverndarlögum og fleiri lögum, sko. Já. Og svo er ef einhvern allar kalla mig rasist eftir þetta, þá bara verður á góðu. Ég orðið algjörlega sama, sko. Algjörlega. Það er búið ekki altfella þá. Bretar eru líka búin að vera að díla við það að þeir eru með sko... Þeir eru með sjaríja rétti í Bretlandi, það eru bara... Já. Og það eru komin, þeir voru að tala um það sé það byrj 40.000 manns á svona hryðjuverka watchlistum. Já. Innanlands hjá hérna MI5 sem að sér innanlandsmálinn, já. Þannig að það er náttúrulega bara, það er eitthvað rosalega mikið í gangi þar að búið að vera lengi og maður sér meira að segja svo sláandi, sérstaklega í ljósið hversu hörð lögin er orðinu málfrelsi í Bretlandi, að þú ert að sjá bara sjónvarpað frá Moskónum þar sem að ímamarnir eru bara, þeir eru bara að segja að þeir ætli bara að taka stjórnina og við skulum kissa vöndin og bara, eða bara tortímast á hendunum og þetta bara, þessi sjónvarpaðir án þess að óttast nokk kongni prest, mér finnst það alveg svakalega. Hefur þú séð þetta? Já, ég alveg þetta ítrekkað, sko, það er mjög aðgengilegt og auðvelt að sjá þetta, sko, það er í rauninni alveg ótrúlegt að þessi mönnum skuli ekki vera að vísa á landi. Þannig að maður hefur orðið kannski fyrir svolítið vonbrigðum, sko, með svona þessa nýju vinstri stefnu sem hefur verið síðustu 10 ár, að það er með þetta að reyna að látast vera góður, því að það er ekkert gott að þyrma þessu, þú verður að gera eitthvað í þessu. Þetta er ógnið fólki sem er í landinu og við hljótum að bera ákveðna sko ábyrgð gagnvart okkar eigin þegnum. Hvaða vinstristefnu ert þú að tala um? Ég er að tala um þá vinstristefnu að hleypa inn allt og mikið af fólki Það er ekkert vinstristefna. Það er identitetspólitík sem að ég forrækta að láta pólitík snúast um það hvort ég er kall eða kona. Akkurat. Hvort ég er þessa trú eða hina. Akkurat. Það er einkamál sem mér ekkert við og sem sér ekkert við. Akkurat. En að búa til pólitík það sem bara konur eða taka einhvern minnilita hóp sem ég veit ekkert hvort er til eða ekki til, hvár. Já. Þetta er rosalega sérkennilegt. Þetta kemur mér bara ekkert við. Nei, svo klassískt þetta er ekki vinstri stefna og ég tek algjörlega undir það með þér. Ég sakna þess að það séu menn hérna sem eru með þessa klassísku vinstri stefnu en þetta hefur einhvern veginn held tekið allt. Vinstri stefna er hún er eða sósíaldemókrati er í basli í Evrópu vegna þess að sósíaldemókrataflokkur er samkvæmt skilgreiningu einn pólitíski armur verkalýðshreyfingarinnar, vinnandi fólks. Og ef hann er það ekki, ef hann hefur ekki afl verkalýðshreyfingar að baki, því að þannig var norræna módelið búið til, þá getur hann ekki neitt. Og að sömuleit er hann, sömur krataflokkarnir er orðin svona menntamanna elítu. Já. Það er stór vandamál. Og missa grasrótar fylgi handa einhvern. Ég þoli ekki orðið popúlisti. Popúlisti er nefnilega gott orð
og það eru þá sem er standa nálægt fólki og vilja vinna í þjónustu fólks. Gera það sem að vinsældi er. Gera það sem að vinsældi það sem að fólki vill. Hérna, hvað er þessi bandaríska stjórnarskrá? Hérna, var hún ekki nú er frasinn farin úr minninu. Hérna, sko... Hún hefur verið populísku sínum tíma. Aðalatri er bara það að lýðskrum er allt annað en að vera með grasrótar hreyfingu við vinnandi fólk. Það er ekki, ég er ekkert að snoppa fyrir hérna verkalínu með eitthvað slíkt. En þjóðfélagi er að breytast og í verkamannastétt sko framleiðslan færiböndin Vestbjörnar, þetta er að farið og þetta er riðbeltin í Bretlandi og riðbeltin í Mið-Ameríku í miðju Bandaríkjana en það breytir ekki því þarna hefur sósíaldemókrati ekki endurnýja sína hugsun það á eftir að vera hérna eins og blerismin sko, þetta er elítuhugsun sem að hefur mist það er bara búið bara mist tengslin við vinnandi fólk. Ég átti mitt gott samtal við rættum þetta meira sér einu sinni í einu þætturum að sem vorum með að ræða þetta með að það vantar orðið einhver svona vinstri menn í pólitík í dag sem að koma eins og verkalýðsbarátta og svona pappi var að segja mér stundu frá þessum köllum sko það er enginn sem verið smeykur við að fá á kjaftin í dag sem er svona vinstra megin í pólitík sem er svona að segja tæli þú veit ekki smeykur við að fá á kjaftin frá neinum af svoleiðis aðilum sem eru þarna þetta er breyting frá gamla tímanum sko og draga mönnum í teguna þetta er bara svolítið þannig þetta er orðið, það vantar allt svoleiði allar svona smá, þú veist, berja sér á brjóst og þóra að taka pláss og rífa aðeins kjaft sko. Ég er mjög ánægð með þessa umræðu ég tók að orðið á hann þú ætlaðir að fara í spurningar og komment úr því þið voru að tala að gefa á kjaft sko þá bara minnist ég Guðmundar Jaka akkurat það sem ég var maður rættum ég þekki engar mann sem hefði lagt í hann Nei, þetta vantar í dag það er mér að segja akkurat Guðmundur Jaki sá sem að við vorum að ræða með að í verkalýðsbaráttunni og þá fengum menn bara kjaftin sem ættir að stoppa það sko það vantar alls, við bara grínlaust við hvernig ætlar að tengja þegar kemur þú veist, sérstaklega ef við erum að ræða svona demografíu eins og unga kallmenn horfa til vinstriins til hvers allar, hvaða fyrirmyndir ertu með það, skilur við? Þetta er aðeins að lagast. Eða versna, ég veit það ekki. Vaffer. Já. Hún ætla nú að koma hérna. Sólveig, hún er búin að búa að koma sína til okkar. Hún er grjótörð, ég er mikið aðdáðandi hennar. Hún hefur nú látið þessa menn sem að fara fyrir þessa stefni sem er ekki vinstri pólitík, sem að ég kallaði vinstri pólitík á hann, eða svona ný vinstri. Hún hefur látið að heyra það allhressilega og ég kann henni mikla þakkir fyrir það. Mér finnst þetta alveg skelfilegt hvernig þetta hefur þróast og orðið einhvers konar sýndarmennska og rugl, sko. Varstu vitnaði þegar hún hýtti Hallgrím Helgason í Rauðaborðinu fyrir ekki löngu síðan? Nei, ég mista því. Já, þú er eiginlega ekki. Þú þarft að sjá það við tækifæri. Hún svona mætti segja hann að við lagt hann yfir nésir og gyrt niður hann og bara hýtt hann hann í útsendingunni, sko. Já. Þú kann gjössanlega í gegn, sko. Já. Þú ætlar að fara í komment. Ég ætla að vippa hérna nokkur komment og spurningar. Það kemur hérna, mér fannst þetta nefnilega svolítið gott, það er frá Blood Brothers. Góður vinur minni Litái, þegar við kynntumst og hann fattaði að vera Íslendingur, sagði hann mér að Jón Baldvin væri þjóðhetja þar og pabbi hans montaði sig ofta að því að hafa hitt hann, alvöru legend. Eldur segir skál og bestu kveðju til Jóns Baldvins, fáið pappa í viðtal, hann þekkti og hitti Thatcher, segir Fannar Alexander. Svo er hérna, hvort telur Jón Baldvin Hannibalsson að hafi haft meiri áhrif á uppgangi í íslensku samfélagi, innganga EES eða blæbrigði frjálshyggjunar á 10. áratug síðustu aldar. Sko ég væri til í áður ef við förum eitthvað lengra, við vorum að ræða með EES samningi, við fórum svona svolítið í hvernig hann var svona til á hann og svona. Já. Ég ætla bara að spyrja fyrir leikmenn sem er á svipuðum stað og ég í þessu öllu saman, hvað er EES samningur, akkur er hann svona merkilegur? Hvað er svona merkild við hennar samning? Þetta, allir að tala um þetta, akkur er þetta svona merkild fyrir bara hverju breyttan? Áður en við gerðum samningin byggum við kreppu sem var í alltaf 3-4 ár á samdráttur í þjóðarframleiðslu
það var brestur, aflabrestur og það voru vestandi viðskiptakjör og það voru vestandi lífskjör og svartsýni ríkjandi. Eftir að samningunum fór að virka fljótlega eftir 94 urðu umskipti þáttaskil, þá tók við vaxtarskeið. Ég man alltaf eftir því að fjármálastjóri Engaðiræktarinnar Einar Sveinsson hann fékk þessa spurningu 99 hverju samningurinn breytt og svarið var stutt og laggott. Hann sagði öllu. og það er eiginlega málið sko, áður fyrir vorum við svona hálfsovjets ríkisforsjórskömmtunarkerfi sem var svolítið lagað á viðreisnarárunum milli 60 og 70 en það var hálfkarað þannig að ég tók við að gylfa og sko bara til þess að telja það upp í örstuttu máli sko við förum frá því að hafa heimamarkað upp á 300.000 sko í 500 milljónir meðan Bretar voru inni og það er milli 400 og 500 milljónir. Við erum aðilar að því. Við höfum allan rétt fjórfrelsinu, vörur viðskipti með vörur, viðskipti með þjónustu, fjármála markaðurinn og þjónustan og svo frjáls för. Það er að segja búseturéttur, atvinnuréttur og stofnun fyrirtækja. Þetta er allt annað heldur en einhver tvíhliða tollasamningur. Þetta er einu opnar og frjáls viðskipti við markaðin í Evrópu sem var náttúrulega bara sprenging fyrir hagvöxt Íslendinga. Og 70% af okkar útflutningi þá var til Evrópu, 70% af innflutningi þjónustu kom frá Evrópu, nei vöru, og þetta tók ekkert frá okkur valdi til þess að gera fríverslunarsamninga. Við höfum gert fríverslunarsamninga gegnum EFTA á þriðja tug fríverslunarsamninga og við höfum gert fríverslunarsamninga einn í Norðurlanda við Kína. Ef að væri væri hægt að tala fríverslun við Bandaríkja þá gætum við kannski gert fríverslun við ég prófaði það eins og því en reyndi það svari var, heyrðu og þú stekkunar hér allast til þess að við förum í gegnum allan prósessin með norður-ameríska fríverslunarsamningi við Kanada og Mexíkó út af hverju við sjáum ekki neitt það er ekki neitt þeir nefndi ekki að standa í því nei. Mér finnst þetta mjög merkilegt en nú er þessi samningu svo mikið til umræðu það voru náttúrulega einhverjir tollar á kísiljárn og svona miðflokkurinn ég þór ekki að fara með það en þeir hafa svona sett mjög mikið út á EES-samningin vil ég ganga frá honum ég er ekki alveg vissum ég sé að fara með rétt máli Jú, það er einhver við háskólan á Akureyri sem skrifar 3 í viku í mókanum að segja svo EES ég held að svona eins og samningurum var allavega upprunnilega þá var hann mjög góður fyrir Íslendinga og það er held ég svona tiltölulega óumdeilt ef að það er allir búin að gleyma því sem að var sko í grundvallaratriðum best þegar við komum á stoppfundin þá vorum við sko og við sögðum já takk þetta er gott þetta tilboð frá Delors að verða aðilar að innri markaðnum strax í upphafi og en það voru allir með einhverja fyrirvara meira að segja það kom mjög óvart að við séum Finnar og Svissarar þóttust þurfa að fá tollvernd fyrir vatnafisk upp í fjöllum eitthvað og en sko við og þetta er mesta afrek Steingríms við sögðum þessum mönnum sko Evrópusambandi hefur þá stefnu að því að varðar viðskipti með sjávarafurðir að þeir heimta aðganga auðlindum í staðinn það kemur aldrei til greina það þýðir ekkert að tala um það við okkur ef við eigum að vera með þá verður EFTA að segja fríverslun með sjávarafurðir eins og iðnaðarvörur og hafa það sem sameiginlegan samningsafstöðu. Það var ekkert auðsótt en það var hann Karlsson Ingvar Karlsson þáverandi forsetur á Svía
sem að lokum bara tók frumkvæðið og sagði, já, þetta þá bara gerum við það, við látum ekki svona örsmáa hagsmuni eyðileggja sko stóramálið, svo að hérna þegar við byrjum samninga við Evrópusambandi, þá byrja þeir að segja, já, við verðum að fá aðganga auðlind, þá minn maður, Hannes Hafstein, stóð þá upp og sagði, já, nú þá varum við ekkert að semja og gekk út með allt eftirliðið á hælunum. Með þessari hörku fengum við það samþykkt fríverslun með fisk. Ég reiknaði það út að það væri 96,4% af þáverandi útflutningi sem við fengum tolla fríðindi fyrir. Það hefur verið breytilegt, ég ekki alveg, það einhvers staðar sveiflast þar. Það ekki 100%, ég viðurkenni það, en það er enga síður, gríðarlega mikilvægt. Og þetta bylting fyrir sjávarútvegsþjóð. Já, við sem komum þessu á og hjálpuðum Noregi þannig, sjávarútvegur þrátt fyrir allt númer 2 hjá Noregi, fyrir utan olíu og gasir. Þetta er alveg grundvallarandi. Hverjum dettur í hug að sko, ef að við segjum okkur úr EES og þeir eru alltaf að segja tvíhliða samning einhverja tollalækkanir, tvíhliða samning, af hverju ættum við að segja okkur frá því að vera beinir aðilar undir einum samkeppnislögum, líka varðandi tæknilegar viðskiptahindranir sem eru mörg lönd nota tæknilegar viðskiptahindranir til þess að gæta sinna hagsmuna. Á hverju ættum við að segja okkur út úr þessu fyrir eitthvað fríverslunarsamning smávægilega sko, við erum ekkert að tala bara samningum lækkun á tollum. Það er búið og afgreitt í raun og veru og sko það er annað í EES-samningnum. Hvað haldið að margir Íslendingar hafi haft beinan hag af EES-samningnum? Það eru 50.000 Íslendingar búandi í útlöndum, flestir á EES-svæðinu. Þeir hafa búsetturrétt, þeir hafa rétt til háskólanáms, þeir hafa rétt til skólagöngu, þeir hafa rétt til atvinnu, þeir með stofna fyrirtæki, þeir eru undir fjármálakerfinu. Ætlum við að afsala þessu öllu af hverju? Og haldið því að EES munur hlaupa til og rétt okkur svo hendinu og segja, já, hvað vil ég næst, elsku vinir? Vil ég aðvinda þeim aftur aðganga auðlindinni? Nei, við viljum ekki taka það af ólígarskólum íslensku, nei. En þetta hljóma svolítið eins og fullkomið samningu fyrir Íslendinga að því að þeir komast ekki í sjávarútveginn. Og með ekki eins og fjárfesta. Nei. Það er nú heldur betur líka búið að láta reyna það með vélfag og Akureyri. En hvaðir eru það sem hafa bæst við þennan samning og hvað hefur svona vafið upp á sig, hvaða lög og hvaða reglugerðir hafa verið innleitt sem að þú sér svona sem kannski íþyngjandi fyrir Ísland og íslenskt efnahagslíf? Nú hef ég kannski ekki verið í návíi við þetta á seinustu árum og þar reyði ég mig á vandaða skýrslu Björns Bjarnasonar úttekt sem hann stýrði frá 1919 eða 20 sko heildar þeir gerðu úttekt á því að því að vera alla löggjöf skýrslan kom út seinna en þeir gerðu úttekt á allri íslenskri löggjöf frá 1992 til 2019 til að fá svarið spurningunni hver stór hluti kemur frá EES svar 16%. Umræðan bendur oft til þess að maður fyrir að halda að það komi allt í póstinum eða allt í bara á netinu og sjálfkrafa. En það er nú samt sem áður þannig að það er 20% af löggjöfinni. Nú neyti ég því samningurinn er dýnamískur, það er að segja hann hefur það prinsip að þarna erum við undir einum samkeppnislögum og margvíslegum öðrum lögum sem varða viðskipti, vörur, þjónusta, fjármál og allt hvað eina.
og og það eru fullt af stofnunum, ég veit ekki hvað, 10 stofnanir eitthvað svoleiðis til eftirlits með þessu samningi, þó nokkuð bírókrati í litlu þjóðfélagi. Já, það nú alveg í anda við allt sem tengist Evrópusambandinu. Já, en sumt af því er alveg nauðsynlegt og það sveitarfélögin hafa notið mjög góðs af. Hérna, það er 40.000 Íslendingar allt í allt sem hafa tekið þátt í einhvers konar samstarfsverkefnum á sviði menntunar, skóla og þess áttar. Styrki til vísinda rannsókna, það er mjög þýðingamikið að vera í því hérna samstarfi. Nú umhverfisstofnun, fjármáli eftirlit, vinnumarkaður, lyfjastofnun, ég veit ekki hvað og hvað, þetta eru 12 eða 13 stofnanir. Spurningin var, hvernig hefur hann breyst? Hann er alltaf að breytast, það er alltaf ný lög og reglur á þessu víða sviði, en það er þó ekki meira en nemur 20% af hérna. Já, það er kannski... Og það tekur ekki frá okkur sem er aðalatri. Við erum ekki tollabandalaginu, Evrópusambandið er tollabandalag, en við erum utan við það og höfum rétt til að gera fríverslunarsamning og höfum gert það og megum gera það áfram. Það er hérna góð spurning að spurja þig hvers vegna við erum að taka upp endalaus ólög frá ESB, orkupakka og slíkt sem dæmi. Ég ætlaði mitt að koma inn á það. Við erum með annars vegar, við langar að byrja til þess á þessum loftslagsskuldbindingum og það er hérna, það ná yfir, ef ég var bara að segja, þetta er stóriðaflug, skipaflutningar, Icelandair greiddi 4 milljarða á síðast ári frekar en þessu held ég í svona loftslagsgjöld einhvers konar og skatta og þetta gjöld, ég veit ekki hvað ég var að kalla þetta nákvæmlega, þetta voru allan að 4 milljarðar króna í loftslagsgjöld og svo erum við með losunarheimildir, það er talið að við séum að fara að eyða einhverjum milljörðum króna í það fram til 2030 það er svona samdráttur í losun, það er búið að áætla þetta er þetta kannski óþarfi fyrir land sem er með 96% af endurnýjanlegum orkugjöfum en kannski við erum kannski, náttúruvænlegasta landi í heimi mögulega. Eins gott að eru svona helviti góðir og eigur svona hreinað grænað orku og eru sjálfum okkur nógir og þá getum við væntanlega staði fyrir mál okkar sjálfir. Með orkupakkana, ég sagði það alveg skýrt á sínum tíma, það er í samningnum höfnunar ákvæði og ég sagði þessi gamalt að ég spurði það ef við ekki að taka við reglum frá ykkur járnbrautir. Það var eins og járnbraut, það voru Eskjuhlíðinni Reykjavíkurhöfn, skipaskurðir líka, rosalega mikið það á innri markanum, ef við ekki taka það og auðvitað bara hlóðir að þessu. Og hérna svo var spurning samningunni er ekki landbúnaðarmál en það eru tvíhliða samningar svona það að megi að flytja inn grænmeti og eitthvað kjöt frá Evrópu þegar það vantar á íslenska markanum en Framsóknarflokkurinn fyrirtæki hans kaupir þessa kvóta og sprengir verðið upp í stjörnur þannig að þannig að ætlum að fá undan þá frá samkeppnislögum einhvern tíma út af þessari vittleysu fengu það ekki Nei. En var það Framsóknarflokkurinn sem stoppaði þetta með landbúnað á sínum tíma? Nei, við vorum alltaf en ég tók eftir því að Danir höfðu í sinni umsókn fengið þeir voru hræddir við þýska auðtjúinga myndu kaupa upp sumarlendur á Jótlandi svo ég kynnti mér það mál og já, það voru dansk lög sem að gerðu það svo flókið að kaupa land og svo fór ég að tvo íslensku löggjöfuna og hún var alveg eins, við höfðum apað þetta eftir dönum. Löggjöfun var frá 76 og þar stóð sá sem að vil kaupa bújörð, hann skal í fyrsta lagi fá samþykki sveitarfélagsins. Í öðru lagi samþykki nefndar frá landbúnaðarráðuneytinu að allt sé lagi. Svo verður hann að skrá lögheimili sitt þar og svo verður hann að halda jörðinni
áfram í restir sem bújörð og þetta var alveg ljóst sko, og ég bara spurði hérna þetta gildir, þetta eru lög í Danmörku, hafið þið eitthvað aðtjóð að setja þetta? Svarið var nei, en hvað gerir svo? Hérna, landbúnaðarráðherra Framsóknarflokksins árið 2004, hann afnemur þessi lög. Afnemur þau bara. Hver var það? Það vinur mér Guðni Ágústsson. Það var Guðni kallinn. Já, sem er talsmaður og landbúnaðarins, númer 1, 2 og 3. Óvart. Hann, og hver var ræða hans? Ræða hans var svo að loksins væri að fella í úr gildi lög sem hefðu þýtt að bændur sem að nýtu ekki vernda stjórnarskránin eins og aðrir með sín eignarétt. Þannig að nú mætti búast við því að jarðir hækkuð í verði og bændur fengi bættan hag, lengi lífi markaðurinn. Og svo heyri ég það að hann kenni alltaf við EES þetta. Þetta ekkert EES að kenna. Og ef að menn á móti því að auðkjöfingar kaupi Vík í Mýrdal og hérna árnar fyrir norðaustan, þá þeir bara að tala við. Það var eiga það við Guðni Ágústsson. Ég kem frá Raufarhöfn og það er rosalega mikið af landi þar í kring, bara gífurlegt magna landi og sem með ám og öðru sem að einmitt erlendir auðkýfingar eru búin að vera að kaupa upp þar sko. Já, hvort er að virkjunarréttur undir 10 megavöttum eða er það lax, eftir hverju að slagast? Ég held að sé laxinn sko. Það er hérna, ég held að sé ekki verið búin að kaupa upp allan lax við ár sem þið geta gert? Það er alveg svakalega mikið. Af hverju gera hinnir þjóðfrelsi sinnuðu Íslendingar, hvar voru Vinstri græn að gera í 7 ári ríkisstjórn með lifi? Það er góð spurning, en það náttúrulega... Ég ætla ekki að reyna að verja þá, ég get að lofa því. Þú finnur helviti fáa sem að vilja verja það sem þeir voru að gera í ríkisstjórn. Náttúrulega bara eittu sér út af Alþingi, gjössanlega. Já, þú varst tala Vinstri, það var ekki róttækt við Vinstri græna. Það var svona elítuflokkur einhverju menntamanna. Já, og hann, ég meina, arfleið hans í menntamálum er nú ekki falleg heldur. Ég meina, 50% drengja eru ólæsir, sko, þeir eru að koma á barnaskóla, þetta er nú ekki fallegt. En já, þannig að þú myndir kannski helst bara vilja sjá EES-samningin bara óbreyttan, svona nánast. Er eitthvað sem myndir vilja breyti í honum? Er eitthvað sem að ég finnst þessir koldíoxíðskattar ekkert vera eitthvað til þess að tala um? Sko allavega er eitt ljóst, sko ef ég væri algjörlega móti og útilokaði inngöngu Íslands í Evrópusambandið sem að er alveg sjónarmið sem margir hafa, þá eiga slíkir menn að segja takk fyrir EES. Því EES veitur okkur alla þá kosti sem að getur með aðganga marka og þetta sem við höfum verið að tala um, án þess að því fylgdi skuldbindingar eða íþyngjandi skuldbindingar á öðrum sviðum. Sko, skulum segja í sjávarútvegi, ef við ætlum að semja um aðild að Evrópusambandinu, þá erum við að semja um það að fiskveiðilöggjöfin íslenska verði sér fiskveiðistjórnunarsvæði, það kemur ekkert annað til greina, og það byggir á því að ekkert Evrópuríki hefur fiskveiðireynslu síðastliðin 30 ár í okkar lögsögu og fiskistofnar, og hún segir það með fyrirvarum loftslagsbreytingar, þeir eru ekki í sami nema aðrir sem nú eru þegar samningsbundin sko, loðnan og makrílinn og það. Sko, þeir sem eru á móti ESB, þeir eiga að segja það, sko, og það er fólki sem sagði að EES-samningur væri landráðasamningur og við verðum að selja sjávarútveginn og þetta allt saman. Það reyndist ekki rétt. Það reyndist ekki rétt, þeir fóru bara með bull og fleipur sem að ekkert hefur komið á daginn, en nú geta þeir sagt, nú vilja allir þessa Lilju hvað ættu þeir að segja, nú vilja allir þessa Lilju hvað. Ég er ekki fylgjandi því að gangi í Evrópusambandi, en mér finnst frábært að halda í þennan samning. Ég myndi persónulega kannski vilja svona, mér finnst það eiginlega Íslendingar ættu nú bara sekta önnur Evrópuríki þangað til að þeir ná okkur í endurnýjanlegum orkugjöfum. Ég myndi vilja sjá það frekar heldur en að við varum að greiða þeim einhverja losunarheimildir
Ég held að sé ekki það sama að reyna að draga úr 6% losun eins og kannski 60% svona sem dæmi. Sko, Hvað er að gerast almennt í orkumálum? Sjáum við með orkupakkana, grein 109 samningum er höfnunarheimild og ég var að gantast þarna með járnbrautir og skipaskurði. Já. Lítið á landakort, hérna, hver er ekki Ísland eyja? Jú, Er eitthvað sæstrengur hérna? nei, ekki en þá. Nei, og það er þess vegna sem það er ekkert í EES-samningnum orkumál. Það var engin sameiginlegur markaður til í Evrópu. Hann var allur á vegum þjóðríkjanna, etc. Merkel var að gera Þýskaland algjörlega háð Rússlandi allan tíman. Alveg ótrúlega stefna, sko. Þetta Ég ætla að fara aðeins í smá, akkurat það bara eftir En smá. sko við orkupakki 3, það er alveg ljóst að sko, við höfðum heimild til þess að segja, alveg eins og með skipaskurð eða járnbraut, að hafna honum. lítið á kortir, sko, það er ekkert fysiskt samband, við höfum ekkert nema þá að ákveðnum verið tekinn það. Við áttum að segja nei. Já. Ég sammála því. Já, ég er algjörlega Af því að þetta er spurning framtíðar skipan orkumála, yfiráðun yfir þessari auðlind og þetta er spurning auðvitað verðlag til neytenda, eða ekki? Verðlag til neytenda náttúrulega innan Evrópusambandsins og hvernig orka hefur verið verðlög þar, að þá er, eins og ég skil það, að þá er sem sagt dýrasta orkan per, ég man ekki hvort það per dag eða klukkustund sem að ræður og það er sem sagt raforka sem er framleidd sem sagt með gastúrbínum. Hún er langdýrust og kostar held ég 140 eurur per megavatt eða hvernig það var eða eitthvað watt eða eitthvað. Ég man ekki eftir einingunum en aðalatriðið er það að hún er kannski 350% dýrari heldur en lægsta orkan. En það er allt verðlagt sem sagt eftir dýrustu orkunni og þess greiningaraðalega hafa sagt að sem sagt verðbólgan sem að kemur til að mynda eftir að þetta er innrásuna í Úkraínu er orkuverðbólga og þetta ítti undir hana og það var 40-70% af verðbólgunni í Evrópu. Þannig þetta kerfi er algjör klúður í rauninni. Það tókst nú ekki betur en það líka en að til dæmis sko þessi viðskipti. Nákvæmlega sagðum ekki nei takk. Já, akkurat, já. Og þú vinstri grænir þarna einhvers staðar. Það er ætlað að þeir ætti að vera þarna einhvers staðar. En hvar stóð Sjálfstæðisflokkurinn? Hann var nú svolítið klofinn í þessu sko. Félagið mér fór nú fyrir hérna þessu að vera á móti því sko og skrifaði það í blaðið og í mokkan og það var nú birt á annar eða þriðju síðu og Davíð hafði nú stutt það en einhver hluta vegna þá rann þetta í gegn sko og var mér pínu óskiljanlegt sko en þetta svarar þessi spurningu svona alveg ágætlega held ég bara. En mér langar svona eins og með þessar þvinganir sem voru til með settar á Rússa, nú líkur það til með alveg í augum uppi að það sem að gerðist er að Rússar máttu ekki selja olíu til Þjóðverja áfram, það mátti ekki kaupa, en olíu líka sem var ekki hreinsuð í Rússlandi, það var ákvæðið. Þannig að þeir senda hana til Indlands, það sem hún er hreinsuð og þaðan er hún keypt á uppsprengdu verði og þeir meira þess að jökumagni sem er að kaupa Þjóðverjar, ég veit allavega Þjóðverjar, ég veit ekki hvernig er með hinna þjóðirnar. Svo rústaði kjarnorkuverunum sínum, keyrir upp orkuverið sitt alveg upp í topp. Það er einhver stór mikil bilun í gangi með þessa stefnu. Góðu vinur þinn varaði nú Þjóðverja við því að loka þessum kjarnorkuverum, Trump. Já. Hlustuðu ekki. Þetta er rosalega sérstu græningastefna að sko brenna gas í staðin fyrir kjarnorkuverum sko. Þetta er í rauninni alveg ótrúlegt. Ég keyrði í gegnum Þýskaland fyrir 3 árum síðan og var ég á leiði með, ég keyrði gerði með ferði í gegnum alla Evrópu og það var hvergi. Ég hef aldrei séð svona, sérstaklega í svona landi eins og Þýskalandi. Þetta var eins og í einhverju svona hryllingssögu. Það var bara í borgunum, það sem voru ljós kveikt. Annar staðar þegar þú varst að keyra í gegnum svona nokkuð stóra bæi, það var ekki kveikt á honum einasta ljósastöður, ekki einasta svona skilti, auglýsingaskilti. Þú sást svona, týrur í glugga hér og þar. Öðru leyti, það var bara svarta myrkur. Eins og í Íslandslöndunum þegar maður kom þar fyrst. Já, þetta var bara skelfilegt. Ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að mikið af þessum græningjaflokkum dóðu náttúrulega út í Evrópu sem sko, allan að lækkaði fylgi er að víðast hvar gífulega. Það er í sumunöndum þessi ennþá með smá fylgi. Já, mér varst það bara eins og segja, ég var rosalega svona erfitt með að átta mig á því að þetta er nú búið að tala svo mikið Þýskaland sem leiðtoga Evrópu í alla þennan tíma. En þeir eru í þeirri stöðu að fólk getur ekki kynnt heima á sér einsinni.
eða sérst ekki verið með kveikt ljósin heima á sér, ekki ljós og staura. Þetta var rosa þunglind að keyra í gegnum þetta. Mér langar aðeins áður en við höldum áfram í næstu spurningu að fara í gegnum styrktaraðilin okkar og þá sem ekki styrktaraðilin okkar og Ölgerðin tekur fram, þeir styrkja okkur ekki, bara alls ekki og vilja ekki sjá okkur en við styrkjum þá og stefnum ekkert á að hætta því bráð ekki fyrir því að taka hennan drekamarkanum og Hrafnetta.is, hún heldur áfram að styrkja okkur þegar við fáum kvenkinsgesti og ætlar hún að gefa þeim. Við erum með bóli á borðinu sem að sést, ég veit ekki hvort að sést allavega þegar ég er í, það er hægt að kaupa þessa bóli, þessi tengja söfnunni sem við vorum með daginn fyrir hann Birni litla sem að hefur búin að þurfa nýlega fættur, búin að þurfa við 3 hjartaaðgerðir og þarf að fara í fleiri. Þeir eru til sölu, við vonum að sem flesti kaupi þá. Ég ætla að fara í nokkrar spurningar sem að einmitt bara áður en við höldum áfram, það var í framhaldinu af umræðan okkur hann Adolf Hitler, þá segir hann að Namibía er vitaskuld gamla Þýskaland Suðvestur-Afríka, eða gamla Þýska Suðvestur-Afríka. Já. Hvað þarf til að koma innflytjendamálum í lag? Já. Er það ekki bara ný stefna að gera sjálfbært innflytjandi kerfi? Við vorum náttúrulega töluð meila þetta áðan, sváruðum þessu. Það hljómaði nú vel að sem varst að lýsa á þann allavega. Það er betra aldrei að höfum í dag. Eitthvað sem maður myndi að halda inn við honum. Ég held að það sé svona ég hef lagt það til að það sé einhvers konar efnahagsleg formúla. Það er fyrst í grunninn að fólk læri tungumáli sem hingað kemur og sé til þess fallið að aðlagast, sé helst sem næst okkur í menningu, það myndi einfalda og svo var ég hægt að vera með svona formúlu þess að sjá hvað innviðin þola og taka fólk inn í samræmi við það. Það er sko fölsk mannúðarstefna, með öðrum orðum hræstni. Ef við ætlum að segja, komið þið allir sem við og þungaður og hlaðnir, þó við eigum ekki til fyrir ykkur húsnæði og eitthvað skóla og eitthvað kennara og eitthvað vinnu og ekki neitt. Þá erum við að leiða fólki í gildru. Fólkið kemur, það verður að fá þennan stöðning. Við getum ekki veitt almennilegan stöðning og við munum það mun auðvitað bytta okkur sjálfum. Sko, fölsk mannúðarstefna, já, að bjóða til sín einhverjum gestum sem þú getur ekki komið sómasamlega fram við og komið af stað, komið þá aðstöðu að þeir geta staðið á eigin fótum. Þetta er alvöru mál, innflytjendur Evrópa mun flytja inn fullt af fólki á næstu áratugum af því hún er að eldast og af því hún ennir ekki að eiga börn og það verður svo, en það verður undir stjórn og það verður að vera hægt að taka móti því fólki og veita því sæmilegan beina. Þannig hefði það verið til sveita í gamla daga. Já. Hvernig líst þér á Orbán og nýju stefnuna í Póllandi núna þar sem að þeir eru ekki að fella niður tekjuskatt á fólk sem á fleiri en 2 börn? Það eru 3 held ég í Ungverlandi, já. Mér langar bara að fara þangað og byrja að dæla út börnum, sko. Já, og það er leitt. Það eru svakalegu skattaafsláttur á Íslandi, sko. Ég elska ekkert meira skattaafslátt, sko. Já. Ég elska hitt meira. Já. En svona er þetta. En við erum með áhugaverða spurningu. Hver er uppáhaldspersóna Jóns úr Íslendingasögunum? Þetta finnst mér skemmtileg spurning. Þormóður Kolbrúnarskáld. Og af hverju? Af því að hann var skotin í heimasætunni í Ögri, þar sem ég er alveg upp og af því að hann var skáld gott og af því að hann virti síðan lögmálið að hefna fóstbróður síns en gerði það með glott og bör. Já, þessi er vel svarað. Helgi, áttu þér einhverja uppáhaldspersónu? Ég skrifaði, ég má tilbúin að segja ykkur það. Já, hvað er með það? Já, Saga og Kiljan. Vá. Sko, ég var í sveit í Ögri í 7 sumur og þar var kettling, Þuríður í Ögri, Jakobsdóttir, og hún var svona íslensk bókmennta kettling, bara par exemplar. Hún kunni öll ljóð eftir skáld sem hún á annað borð viðurkenndi. Einar Ben var númer 1, Matti Jokk var ok,
Steingrímur Thorst, já, en svo þegar kom Jóhannes og Kötlu var kommunistis og hann var út Davíð Stefánsson var á Væmin, hann var út en sko, ég nefna hana hér vegna þess að ég hafði það embætti hjá henni, okkur kom mjög vel saman hún var foráttu íhelsam þessi Kjelling og vissi undan hverjum ég var en hún laði sig fram það að bjarga sálu minni og ég hafði það embætti að mala kaffi handa henni alltaf klukkan 10 til korter yfir 10 þá fór hún með skálskap svo segir hún komum við þetta heyrðu, nú hefur búið að komið sína hérna maður sem illt orð fer af nú, hvað það? Já, hann heitir eitthvað Halldór Kiljan Laxness og hefur nýtt Ísland í útlöndum já, löggur þú til að við bjóðum honum til stofu ég var þá sko gegn sósa, sörku, vörku og öllu saman ég taldi mig að vera eins konar Tengdason Kiljans og tókst allur á loft og sagði já, þú mátt til með að hérna tala við hann og leiðan til betri vegar ég held að þetta sé helsta diplomatiska afreg sem ég hef unnið á Kjellinguna til að bjóða Kiljan og sjá, hann kemur hún leiðir hann til stofu og svo var ég alltaf að býta til hún myndi kalla á mér að mala kaffi eða snúa plötu fónunum en þau eru svo upptekinn af hábókmenntalegum samræðum að hún glemdi mér annað en það að þegar hún kemur út og Kiljan var sko ekki eins og fólki flest, hann var skoskum pokabuxum háum stígvél og svona eins og skoskur hálanda aðalsmaður já hvað gerir svo gerist það að ítalskur fræðimaður við Árnastofnun hringir í mig allt í einu mörgum áratugum seinna já bara, núna fyrir 10 árum og spyr hvort að ég sé ekki fáanlega til að skrifa formóla á fósbræðarsögu í ítalskri fræðiútgáfu ég held það nú og hverju, þá kom hún daginn þessi Ítali, hann var giftur barni gömlu Kjellingarinn ok og það hafði sagt hérna Ítalanum að í raun og veru Kiljan fekk svo Nóbelsverðlaun sko árið eftir raun og veru ef það verið við sem að sko snérið honum til betri vegar já og komum því til leiðar að Kiljan fekk Nóbelsverðlaun sko út á Gerplu en hann endaði nú samt að fara líka frá kommunistmannum en hún hefur kannski náða samfæra já það var nú óttalega feimnislegt hjá honum en ég skrifaði formólan og það er lengst að sem ég hef komist í fræði honum að hérna það er feikilega vöndu útgáfa á þessari sögu sem gerist gerist á Vestfjörðum, Grænlandi og Norðurlöndum og formáli eftir Jón Baldvin á ítölsku Skrifaði þetta á ítölsku? Nei, það gáttu lesið þetta fyrir mig stelp en kynni í minni fjölskyldu það er talað allar ítölsku, allar já Ertu með einhver fleiri spurningar? Herðu, það er hérna nokkur komment sem að ég fæ hérna skal ég segja þér eftir þetta þá er það hérna alvöru töffari kemur hérna þessi maður veit hvað hann er að tala Þjóðverji að brenna rusl og kol og kalla það líforku eða einhvern fjandan til að selja þessum græna orku Masotta segir ég styrk ykkur já við náttúrulega hérna Við þökkum fyrir það Já við þökkum mikið fyrir það Óttar Gunnarsson spyr saknar hann Ísafjarðar? Já. Hvað er það sem þú saknar við Ísafjörð? Eða Óttar okkar? Já, sko, ef ég hefði... Já, það ekki. Ég held að. Sko, það mesta áfall sem ég orði fyrir í lífinu, næst mesta, var að ég var 7 ára, Hannibal kosin á þing og þá var ég tekinn úr mínu rétta umhverfi, strákpjakkur í Verstöð og planta niður í Kleppsholtið. Ömurleg. Hvað ertu gamall þá? Ég var 7 ára. Já. Ég var byrjar að beita. Ég var orðinn maður með mönnum. Ég fekk peninga fyrir að vakna klokkan 6 og beita og kallarnir eru. Og ég hefði, ef ég hefði verið látin í friði, kannski geta orðið skipstjóri sem vil... Já. Þú hefur litt áhugur að bæta ekki úr því. Þetta rústaði bara mitt líf. Pappi er frá Ísafirði og hann var farin að róa 12 ára held ég. Ég var ekki? Já. Hvað heitir pappi? Bjarni Gunnar Sveinsson. Já, okkur þekki ég ekki þannig.
Já, ég veit það ekki. Þið svo ungir. Já, Þakkaði fyrir það, þetta heyrir maður ekki oft í dag. Nei, hann er fættur 46, já. Já, það er árið sem ég fór. Já. Þess vegna, já. Það getur verið akkurat þessuna. Svo erum við með mjög áhugaverða spurningu hérna, það er frá geitin okkar Arnari, styður Jón Baldvin Hannibalsson eitthvað stjórnmálaflokk í dag? Já. Ertu með eitthvað þar sem að, eða eru þeir allir stannulækist fyrir mér, já, eða eru þeir allir ómögulegir, eða hvað leikur þinn stuðningur í dag? Ég hef mætur á þessari ríkisstjórn. Já. Og ég hef ber tröst til hennar Frostadóttur Kristrúnar. Þó hún sé skakfyrringu, mér sé nú eitthvað vestfisblóð í henni. Já. Ég held að hún sé nokkuð góður verkstjóri og hún bullar ekkert. Hún þarf svolítinn tíma. Ég ætla að skjóta því inn sko að töðið í þessu seðlabankastjóra sem enginn skilur verðbólgu og vexti. Þá ætla ég að beða henni að hlusta á hann Stefán Ólafsson, minna hann á sko að við eigum hérna helst í bankin sko er í ríkiseigu og við getum rétt í hans sem samfélagsbanka og stýrt vöxtunum þar og svo er nauðsynlegt að breyta lögum seðlabanka því að það er óhæfa að hann fungeri svona áfram. Eins og eitthvað múslima trúarbræða. Viltu sjá hann lækka vexti? Vil ég? Já. Það er það helst í gær. Þetta er allt saman hérna eins og að hlusta á eitthvað sértrúarsöfnuð. Já. Peningamála hagfræðin er úrelt sko. Þetta er með mörgum áratugum öllum ljóst að hérna seðlabankar hafa ekki vald á peningamagni umferð, það er nú það fyrsta. Í öðru lagi erum við í verkhagkerfi með verðtryggingu sem segir það að fjármagnseigendur hafa allt sitt og þurru og allar skuldir og allir vextir eru bara refsivextir á fólk sem hefur ekki efna á að bera þessar byrðar. Já, bara á heimilin. Mikil della. Já. Og hérna auðvitað er það sko federal reserve í Bandaríkjunum er ekki bara verðbólgu, þeir eru ekki bara að vinna bug og verðbólgu, þeir eiga að stuðla að og sjá stöðuleika og fulla atvinnu í hagkerfinu. Já. Og hérna þá breyta þessum lögum. Sko það er fáránlegt hérna Seðlabankin á að halda hérna halda sig við 2,2% eða 2% vexti. Það er sko hátíð í bæ tvisvar á öld ef hann í einhvern tímann. Jóhann Snorrdal var að setja heimsmet, ég verið seðlabankastjóri, hann var 35 ára, hann náði aldrei. Já, vá. Af hverju getum við ekki losa okkur við þessa helvítis verðtryggingu? Hvað býtu? Það er einhver önnur þjóð með hana. Hvaða þjóð er það aftur? Það hefur alveg einhverja þjóði verið það, sko. Ég held að það sé kannski ekki endilega vandamál. Það var Ekvador, held ég. Var það Ekvador? Já. Ég myndi aldrei hvaða þjóð það var. Ég myndi að það var einhver sem að var með... Nei, fyrir ekki, það er ekki rétt. Nei, þeir tók upp dollar. Voru þeir dollarann? Já. Það er einhver þjóð sem er með þetta fyrir utan okkur. Ég bara man aldrei Þetta var neyðarástofun, sko, til þess að bjarga lífeyrissjónum. Já. Hefðu þeir bara brunnið upp. Hvenær var þetta sett á? Þetta var Ólafur Jóhannesson lauk því að hann samið þetta við eldursporið heima hjá sér 1975. Hann hafði ekkert vit á efnahagsmálum. Hver samt þetta fyrir hann? Vistu það? Þú verður ekki að segja það. Mig grunar það, ég ætla ekki að lefna hérna. Nei, við ætlum ekki að rukka það. Já, en þetta hefur vissulega lækkað greiðslubreyr líka fyrir suma að vera með þetta verðtryggt. Jú. Þannig að það er svona... Þú gegn því að verðir skuldaþræll í 40 ár. Já. Það er svona hinn hliðin á þessu. En akkur er þessi tregða til þessa afnemana? Hvað stendur eiginlega vegi fyrir því? Af því að fólk, hérna, þú verður að hafa einhverja undankomuleið. Við erum ekki með neinn gjaldmiðil, samkvæmt peningastefnu ritualinu, þá eiga peningar að vera stabílir, þeir eiga varðveita verðmæti, þeir eiga að vera exchangeable
og svo erum við að þetta ekkert, við erum ekki með það. Við höfum verðtryggingar krónu. Annarkvort fyrirtæki á Íslandi eru annarkvort gerð upp í evrum bara, eins og útflutningsfyrirtækin, öll, eða að þau gera sig upp í verðtryggingar krónum. Því að það tristir ekki þessari krónu, hún bara bluff. En ef þú, sko, hvað heldur að verði hvað verður lífeyrissjóði í 200% verðbólgu? Það er betra að þeir brenna væntanlega bara upp. Að fyrir upp. Sko, Evrópuríkin gamlu eru yfirleitt með lífeyrissjóðuna sína skattafínanseraða og að því að þeir eru öll að deyja og dánatíðin er svo mikil og þeim fyrir fækkandi vegna aldurs og þá verður skattbyrðin meiri á færri. Við rifumst það mikið á sínum tíma þegar við verðum loksins að mynda lífeyrissjóðuna, hvort við ættum að vera með gegnumstreymis lífeyrissjóði eða sjóði og það var satt að þetta er erfitt því að sko, þó að maður sæi gallana við gegnumstreymis sjóði þá eru sjóðasöfnun í þjóðfélagi sem að var með verðbólgu sko á annað 100 á tímabili. Það eru eins og margir leikmenn sem að horfa á þáttinn. Þannig að þú þyrftir að útskýra munin á söfnunarlífeyri og hins vegar gegnumstreymislífeyri. Í Þýskalandi til dæmis þá er elli lífeyrir þjóðverja þegar þeir ná hætt á vinnumarkanum er finanseraður, fjármagnaður á fjárlögum hvers árs, kemur frá sköttum. Og þeim sem að bera þennan skatt, þeim fyrir alltaf hlutfallslega fækkandi og hinum fyrir fjölgandi, þannig að þetta er fyrirsjáanlega og taprekstur á næstu eftir 100 ár hugsa ykkur þá verður engin Ítali til. Þeir eru allir dauðir. Þetta er áfram sem ári. Ég myndur sjá eftir. Í rauninni að því að aldurspíramítin er að vera öfugur að þá gengur í rauninni gegnumstreymis lífeyris ekki og þess vegna veðjum við kannski óvart á réttan hest. Já, en gleymdum því eða treystum okkur ekki til að reka hagkerfið eins og menn með viti og þess vegna settum við á verðtryggingu. Þetta átti að gilda við trúðum hver öðrum fyrir þetta bara 1 ár. Heldur þessi alveg ómögulegt að eiga við íslensku krónuna, heldur þessi ekki hægt að til dæmis minnka ríkisrekstur, vera með aðhaldi ríkisrekstri, það er nú ekki tekist kannski endilega hingað til, ríkis sé ekki að eyða efni fram, það er svona Milton Friedman hagfræðin. Er ekki Sjálfstæðisflokkurinn búin að vera í fjármálaráðuneytinu í öll þessi ár? Eru þeir á móti ríkisrekstri? Hverjir hafa þannig út ríkið? Sjálfstæðisflokkurinn? Þetta er ekki lygi. Bara alveg? Já, ég er að segja að þetta er ekki lygi. Það minnkaði nú á tímabilið, það er ekki svo þennst aftur út. Hvernig var það? Rétt fyrir hrunið, væntanlega. Hann á bjórinn næstu yfir allt borðið. En ég finna, það er samt einhver síðu þannig held ég. Þetta minnum á í bók Geirs Harde, æfisögur sem er bara ágætt æfisaga, segir ungum manni hérna sem að læri hagfræði, aldrei þessu vant, en frekar en þessir heima lögfræðingar hérna Sjálfstæðisflokksins. Læri lögfræðin með 3 hagfræðigráður frá Brandeis, Minnesota og John Hopkins. Og svo verður hann forsætisráðherra og í hérna Brandeis háskólanum þá kom ungur maður og var þetta er heimavistarskóli Brandeis sko og ég segi nú ekki hann hafi verið í sama herbergi en hann var á heimavistinni með Geir Franek Rosvadowski og það er maðurinn sem var landstjóri í Íslandi í hruninu. Þeir komu báðir frá þessari heimavist Brandeis. En Geir, þetta er ágætis saga og góð lesning, en eitt kapli hérna hrunið, akkur var þetta hrun og Geir kann enga skýringu á því, en hann segir einst að það er verið að álasa mér fyrir þetta og svo segir hann hengslaður, það lét mig enginn vita.
Ég held hann virkilega að Davíð myndi láta hann vita. Ekki gerði þeir sem voru að græða á tá og fingri að því að mikið að því að láta vita fyrir ná síðustu stundu. Já, ég veit ekki. Mér langar aðeins að spyrja út í með hrunið. Hvernig fannst þér þau standa sig í að reisa við eftir hrun? Við komum óvart hvað það gekk. En það er sko, það er meira glóbalánir sko. Hérna neyðarlögin sett hana mánudeginum Allaríka. Þar var gerð rosalega merkileg breyting, nefnilega að í þrotabúum bankana sett svo regla að hlutabréfa eigendur og skuldabréfa með öðrum orðum fjárfestar, þeir skildu þokar tilbaka og í fremstu röð og við gæmum forgang til sparifjáreigenda. Maður heitir Ragnar Örnundarsson. Hann skrifaði grein daginn í vikunni fyrir hrun og það sem hann rakti rökin fyrir því að gera þessa breytingu. Ég hef marg spurt það, fylgdi hann því eftir hvaðan kom þessi hugmynd, því þessi maður er bjargvættur. Þetta þýddi að skuldir Landsbankans, þrotabúinu, sem voru náttúrulega á núlli í bruna útsölunni strax eftir hrun, en svo af því að þetta var gert, þá kom hún daginn, en það var ekkert æsif, þannig að segja skuldir Landsbankans stöðu til þess að borga trygginguna, tryggingarféð, og þannig að við eigum þeim mjög ekki að þakka sem að raunverulega komið þessari breytingu til skila. Ég var sjálfur dauðhræddur að þetta er dæmt ólöglegt, af því þú breytir ekki leikreglum eftir á og alþjóðastofnanir IMF til þess að fyrst og næst gæta hagsmuna fjárfesta. En við sluppum og þannig var ekkert ISAFE, í raun og veru er ISAFE-málið eitt klassískt allsherjar dellumál sem að gerist, þetta gerist öðru hverju á Íslandi, það tekur 3-4 ár eitthvað dellu að springa út og all þjóðin fer á hvolf og hefur aðeins fáránlegustu orðin sem voru notuð aumingja Svavar Gestsson og Steingrim landráð og þeir hefur gengið þjónustu breska auðvalsins, þau eru hálfvitar og ég veit ekki hvað. Svo þegar upp var staðið þá heyrðu, akkur var þetta? Hvað borgum við mikið? Nei, breskir sparifjáreigendur þegar fengu svolítið gengishagnað á loka árinu þegar upp var gert að því að krónan hafði styrkt svo mikið, það var miðað við og sterka krónu þegar lágmarks tryggingsparifjár 20.000 eurur var reiknuð. Dellumál, já. Þið nefndu áðan þetta með Bakka og Kísiljárni í Hvalfirði. Já. Það er svona mál sem er hýpir að upp í tóma eins og þetta sé eitthvað stórmál. Bakki er búin að vera lokaður í X mánuði af því að hann var ekki samkeppnisfær, skilst mér. Hinn fabrikar er líka eitthvað beluð og Evrópusambandi segir tolla á Ísland og af hverju heldur það sé? Þeir halda að við niðurgreiðum rafmagnið því þeir eru aldrei séð svona lágar tölur sem við erum að borga þessum stórframleiðendum í áli og kísiljárni og segja að þetta er brot á EES-samningnum, það er ekki hægt að fá svona ódýrt rafmagn. Já, þú meinar að það sé forsendan fyrir því að þeir sé að hækka tollana, þeir eru ósáttu við hversu látt raforkuverð þeir fá. Það sé ósakjar gagnvart samkeppnisaðilunum. En ég meina, en það er hvergi gefið upp hvað er að borga fyrir rafmagnir raunverulega, menn geta séð að kannski bara hagnaða tölum eða hvað. Er það uppgefið? Einhverju vita það. Einhverju velvaldir. Já, ég þekki eitt lögfræðing sem veit það. Já. Það var gott að fá að vita einhvern tímann, kannski eftir þáttinn.
Já, þetta er Eitt spyr nú hérna, spyrja hann þá af hverju Jóhann á Steingrímur setti upplýsingar gögnum hrunið í 110 ára leynd, hvað höfðu þau að fela? Já, ég meina, mér finnst þetta áhugaverð spurning. Það er heldur langt leyndamál, 110 ár. Nú var eitthvað á milli þeirra. Já, það væri áhugaverð. Það er þá helsta sagan úr... Ég bara þekki ekki með svona ríkislindir eða hversu fyrir ekki... Nei, þetta er eitthvað sem ég hef ekki nógu í rauninni sko, hvað maður að segja, nógu mikla þekking á svona þessu til að rauninni ræða í þaula, en ég er eins og aðeins í hvað hérna öll húsin, svona alla fasteignir og svona sem voru seldar í kjölfari, sem að hrundu í, hvað voru ekki seldar í massavís. Hvað heitir hann hérna hjá miðflokknum sem búin að vinna núna að reyna í mörg ár að fá upplýsingar kaupenna, þessu veist þú eitthvað Hvað? Hverju keyptu upp allar þessar fasteignir sem voru þá í eigu bankana. Sem að fóru í eigu bankana og voru svo seldar í Já, þú meinar þrotabú allra handa. Ertu að tala fyrirtæki eða ríkiseigur? Nei, bara húsnæði sem að voru ekki svo seldar á almennu markaði, heldur seldar svo á vegu sem að gerði það verkum að hinn almenni borgari gat ekki verið að kaupa. Mér skilst þetta að vera allt upp í 10.000 eignir. Þorsteinn Sæmundsson, alveg rétt, já, það er hann sem búin að reyna að ég var að reyna að hugsa það á sama tíma og ég var að reyna að koma svo frá mér. Ég þekki þetta mál ekki. Nei, hann er búin að vera að reyna núna í mörg ár að grafa upp hverju það voru og hann hefur mætt í fjölda þátta og stutt þetta alltaf. Hann er að reyna að fá upp hverju keyptu þetta. Já. Það virðist vera gjörsamlega ómögulegt. Veistu af hverjum voru að kaupa? Voru þá að kaupa þrotabúum bankana eða voru þeir að kaupa ríkinu eða? Af sjóðnum, húsnæðis. Já, íbúðalánasjóði. Sjóðunum? Já, íbúðalánasjóði. Já. Þar voru mikið af eignum sem voru... Það voru gríðarlega mikið af eignum sem að fóru til stærstu húsaleigu sko rekstrafyrirtækjana. Já. En sko, úr því að vera að tala um þetta, ég segi eins og þú, ég er ekki nógu vel að mér í þessu máli sem slíku, en ég veit hvers konar skemmdarverk það var sem framið var af félagsmálaráðherra 1999 sem hann verið að Páll og Höllustöðum þegar þeir lögðu niður verkamannabústaðakerfið bara við einu lagi. Verkamannabústaðakerfið, það er ekki til svo borg í Evrópu sem hefur ekki hluta markanum í félagslegu kerfi. Fyrirmyndin mikla er Vínarborg þar sem að annarkvort hús er byggt í slíku kerfi. Það er engin leið að leysa húsnæðisvandan út frá ritualinu að við viljum frekar vera að okkar fólk sé eigendur á húsnæði heldur en leigu. Það er engin leið að gera það nema með því að hafa félagslegt húsnæðiskerfi. Og þeir sem sé, hann bara afnumur lögin, selur 11.000 íbúðir, þau voru stór hluti af því í sveitarfélögum út á landi sem vegna kvótakerfinsins sko, fólk hafði flúið þegar og við heimildirna fóru og þeir voru verðlausar. Við kannski komum inn á þá eftir. Já, en aðalatri er, og síðan hérna, hvað kom í staðinn? Ríki fyrir keppni við bankana 90% lán til fólks við að kaupa húsnæði sem síðan þegar að í hrunnu sko, stendst náttúrulega ekkert og þetta hrinnur og allt saman. Og við sitjum uppi með, 680 miljardar í skuld. Þessi húsnæðislána sjóður, þetta er hitt afrek Framsóknarflokksins. Fyrsta lagi skemmdarverkið á félagslega húsnæðiskerfinu og svo að skilja eftir eitt gjaldþrot af sjóð út á kosningalofvörð að greiðan aðgang að lánu. Þetta er 90% lánin, þú ert að vitna 90% lánin. Já. Ég man eftir þessu kosningalóri. Þetta er svílíkt rekord, sko. Við eigum að taka upp svona verkabústaðakerfi eða þess að ríki fara að byggja, já. Í hvaða mynd þá? Ég meina, nú spyr ég þig að því að ég veit ekki, Breiðholti var byggt að stórum hluta upp í þessu kerfi, eða ekki? Já. Og það var verkefnishreyfingin sem að kom því á samdum það í staðin fyrir með því að halda aftur af kaupækkunum. Og hvernig virkar það kerfi? Er það lífeyrissjóðir sem að fjármagna það? Héðinn Valdimarsson sem er vann með til stórmenni í íslenski pólitík, hann
stofnaði þetta fyrst, sko, verkamannabústaðakerfið byrjar, hann fekk það samþykkt 27 og hann byggir fyrstu hérna þessar frábæru íbúða hverju í Vesturbænum, verkamannabústaðan í Vesturbænum, það var bylting því að það var miklu hærri standard heldur en þessi helvíti sanabjálkar sem og kjallarar og hólur og berkla hérna háalátt sem að þeir sem byggðu Reykjavík bygg á. Sagan hérna, Guðjón Friðriksson sagði mér þetta, sagfræðingur. Héðinn færi lögin samþykkt í ríkisstjórn vinnandi stétta og hérna, en ekki fjármögnun, því að Framsókn vildi ekki sko láta peninga í þetta. Kerfið átti að vera þannig að ríki og sveitarfélög greiða ákveðin stofnframlög og ábyrgjast lága vexti 1%. Og hérna og sagan þessi Héðinn, hann hagfræði í Kaupmannahöfn og hann var í danska kratarflokknum og hann var í danska húsnæðissamvinnufélagi á sárárum og hann fer þangað og segir, mig vantar lán. Hver er þú? Já, ég er búin að fá þetta samþykkt og þá byggja 290 íbúðir hérna, vantar 4 milljarða. Já, hver allar ábyggjast það? Ég? Hann var að vísu ríkasti maður Íslands og það var forstjóri Ólís. Hann gerði þetta? Já, og þá, hérna, en hann sagði þeim, ég fæ ríkisábyrgðina samþykta 1,5 árs. Þeir trúðun, fristunum. Já, það. Og síðan var þetta 11.000 íbúðum. Kerfið, sko, hélt áfram. Og það er ekki leið að hérna, sko markaðurinn leysir ekki þessi mál. Nei. Hann getur ekki leyst það að allir ráði við ævi fjárfestingu á þessu tagi nema að gera menn að skulda þrælum. Ég held það sé alveg útséð. Já. Og það er margar aðferðir, kaupleiga eða... Ég held líka... Finnst þér að setja í landslög einhvers konar lög, eins og til dæmis Dagur B. Eggertsson, hann hélt rosalega mikið aftur að lóðaframboði sem skapaði alveg rosalega mikla uppsafnaða þörf á húsnæði. Hvað með að ríki myndi setja einhvers konar lög til þess að gera sveitarfélag ábyrg fyrir því að skaffa eitthvað svona lágmark af lóðum ef þau gætu það, sko. Eitthvað í það áttina, hefur það einhvern tímann verið lagt til? Ég ætla áður hún tekur næsta sopa, Jón, það segja sko að þegar þú ert komin svona langt niður, þá viltu taka þetta hérna, sko. Ef þú tekur þetta hér, þá farðu skvettuna framan í því, sko. Þetta lærði ég í bírfest. Er þetta ekki Víkingahorn? Jú, næst að mynda svona bóla sem að poppar svo framan í mann úr þessum, sko. Þetta er reynsla. En hérna, já, fyrir ekki, ég ætla ekki að trufla, ég bara vildi ekki sjá þig hérna í beinni úrsendingu, fá skvettin yfir því í næsta sopa. Já, ég var rauninni bara að spyrja út í þetta. Það átti að þurfa að lögfesta, hérna, sko, nefna sveitarfélög. Hvers konar vit er það? Að hafa, hérna, 70 sveitarfélög í landi sem telur 400.000 manns. Svo er ríkið alltaf að samþykkja einhver helvítis lög og hrúa á sveitarfélögin að gera þetta og hitt. Allur þorri sveitarfélög ræður ekkert við það sem þeir eiga að gera. Ísland á að vera eins og gamla dag, 4 fjórðungar og hérna héraðsstjórnir, já, og svo ríkisstjórn. En og það þýðir ekki verið að tala um það er alltaf verið að segja semja, kjósa, eitthvað svona. Það var bara að gera það. Já, það vantar svolítið. Það var ekki bara einræðið segja. Jú, ég sagði. Það getur verið svolítið erfitt að koma því í kring, að maður veit aldrei. Já. Þetta er náttúrulega myndist á þessa bjúrókrasju í ESB, hún er náttúrulega orðin tröllir svolítið öllu. En hvað finnst þér núverandi utanríkisráðherra og hennar störf sem hún er búin að vera síðan hún tók við, bara svona mér langar að nefna þessa kúvendingu þegar hún tekur eiginlega við embættið, þá byrjar hún að kalla eftir því að hinn vestræni heimur þurfi nýjan leiðtoga eftir að Trump er kosinn, svo fer hún og hittir hann og
hann var svo helvíti heitlandi kallinn að hún virðist hafa gjörbreyst skoðun hjá henni, hvað var ekki fyrir henni þegar svona breytist? Tók Trump hann á teppið eða hvað breytist? Þorgjör Katrín. Já, Mér þótti svo vænt hann Gunnar Eyjólfsson pappan. hann vandislur. Ég þekkti hann. Já. Mér finnst tala of mikið. Já, þannig að þú ætlar ekki að gefa Þorgeiri Katrínu. Nei. Engun, nei. Það er ágætt. Það er virðingavert. Já, hann var alveg ótrúlega fyndinn. Ég man eftir honum við fermingaverslum í fjölskyldunni að hann Tæknimaðurinn okkar að yfirgefa svæðið, við ætlum að kveðja hann hérna. Takk fyrir kvöld. Takk fyrir okkur. Já, hann hélt allir veislunni veinandi, sko. Það er svoleiðis. Já, þetta er stórmerkilegu maður, sko. Það var það. Já, ég er nú eiginlega bara búið með alla spurningarnar á listanum sem að ég var með og Ég er bara búin að njóta mig svolítið við að hlusta á fullt af málefnum og læra sem ég hafði ekki hugmynd hvernig það gerðist og já, mér er alltaf búið að finnast það helviti gaman. Ég vona að, Jón, að þú hafir haft gaman á sérna hjá okkur. Já, eiginlega var ég bara alveg hissa. Af hverju er ekki fleiri en 5.000? Já, meina það. Já, þetta er nýr þáttur en ég held að það sé alveg ágætt að það séu svona, já, allan bestu þættin að hafa verið að detta í kringum 5.000 áhorf. Á YouTube, það er svo. Og svo eru fleiri streymisveitur sem að bætast við náttúrulega. Já. Sko, þið vitið náttúrulega ekki vandamál hérna eins hálfnýræða manns gagvart tæknibyltingunni sem er allt umkring. Ég er tölvu ólæs. Þegar ég var unglingur þá fór ég sjálfur persónlega, sko, MR kendi ekki vélritun og þannig að ég fór sérstaklega á námskeið. Það var ein kona sem bauð kennslu í vélritun og lærði vélritun en menntaskólinn í Reykjavík neitaði að taka við það var alltaf verið að handskrifa. Síðan gerist það að ég hef alla tíð verið að skrifa eitthvað en ég hef alla tíð átt græju sem er segulband, tala ég og svo er einhver góðhjörtu kona sem að tekur við þessu og skrifar þetta fyrir mig. Já. Sko, ég ger í dag. Gerir þú það? Ég er með, ég tala bara á ensku við gervigreindina og þannig get ég látið hana skrifa allt sem ég segi og svo get ég látið hana því, hún er yfirleitt frekar lélega þýðið verið á íslensku en þetta virkar alveg nokkuð vel, sko. Þetta getur nýtt þér. Sko, þetta var því gríðarlega afkost en meðan var þessi 20 ár sem var í pólitík, sko, maður fór að sofa klokkan 2, sko, og og 4 tíma svefn var ágætt. En hérna, alltaf þegar var laus stund, þá greip ég bara segulband og sem skólamestari þá var ég með kennurum að þýða kennsluhandrit, sko, því að í mínu skóla var kend hagfræði og haglýsing og stjórnmálafræði og svo raungrein og stærðfræði var kend til jafns við báðum deildum. Ekki þetta tungumála taut þarna eins og í MR. En auðvitað var þetta gríðarlega afgöst. En ef það er ekki til eitthvað góðhjörtu kona að aukast yfir því þá er þetta bara... Þetta er náttúrulega snillt, þú getur lesið mikið hraðar og þú getur skrifað. Já. Þetta er rosa mikið bylting í þessum málum. Já. Þú varst einmitt, Jón gerir svolítið grínaði hversu, ég gerir svolítið að spurningum og hann sagði að þetta væri svolítið eins og mannkynssagan svona gróflega eftir Krist. En ég gerði þetta svona. Já, ég sé. Þess vegna var ég svona fljótur að því. Þetta tók mig nú bara 20 mínútur, sko. En svona þetta form er líka alltaf að verða vinsælla líka. Þetta er miklu, sko, það er náttúrulega mjög skiljanlegt að þegar menn er að reyna að læra eitthvað og ræða eins og eitthvað sem við erum búin að tala þá það dugar ekkert 20 mínútur í sjónvarpi eða eitthvað svona, sko. Þetta bara... Nei, gerir það nefnilega ekki. Gerir það ekki. Sko, þú sér það, við erum búin að vera hérna í 2,5 tíma að spjalla saman, við erum búin að komast yfir ótrúlegt magna efni. Og þetta form hefur orðið mjög vinsælt eins og til dæmis í einu stóra heimi
Joe Rogan, hann svona kannski þekktasti podcastari í heimi, hefur verið með þessi spjöll í 3 tíma yfirleitt sko og maður kynnist mönnum miklu betur sögunni og öllu sem bakvið sko, þú ertu búin að fara með okkur svo ekki gerð samningsins og hverju koma að honum og hvað mikilvægt í honum, hvað verðmætt, hvers vegna hann var góður. Ég held að þetta bara ótrúlega mikið erindi við marga í dag sko. Mér finnst í rauninni bara ótrúlega hvað fólk veit lítið sko. Já. Að hafa einhvern veginn allir skoður á þessu að það veit enginn hvað þetta snýst. Já, ég verið svolítið mikið að vera ekkert að mynda mér eiginlega skoða. Ég ekkert mikið að mynda mér skoðanir í málum sem ég veit ekkert Ég mikið að spurja á hana. Það ágætis regla. Já, hún hefur reynst mér alveg ágætlega, allavega hingað til. En ég vil þá bara segja þetta gott. Já, eða hvað viltu segja eitthvað að lokum Jón? Bara, ef ekki þá bara. Já, ég ætla að vara við slaufunarmenningunni. Já, hér. Ef þú hefur 10 mínútur, þá getur nú farið yfir það. Hér var einmitt spurning, værir þú stjórnmálamaður í dag, væri hægt að cancela þig fyrir að tala mannamáls sem fyrir taugarnar á einhverjum? Spyr Geir Ágússon. Þessi slaufunarmenning hefur verið alveg svakaleg. Það er einhver dæmisög. Já. Í ágúst fæ ég erindi frá minni gamlu borg, Edinborg, minn alma mater, þar sem ég beðin að koma að sækja, mér boðið að sækja ráðstefnu í Edinborg á vegum svona ólíkra samtaka, en efnið átti að vera þetta, að taka Osloar samningana sem Normenn höfðu frumkvæði að 92-93, Ísrael-Palestína og var umverulega sko byggði á grunnhugmyndinni 2 ríkja lausn á því máli. En svo fór þetta í framhaldinu í annan farveg, etc. Þannig ég endurtek, tilgangur með þessar ráðstefnu átt að vera að taka þessar tillögur, endurskoða þær, setja þær í það form þar sem það væri raunhæft að þetta gæti gerst, finna ábyrgðaraðila, fríðargæslusveitir og ábyrgðaraðilega endurreist, etc. Af því að og ástæðan fyrir þessu sko, það voru norrænir utanríkisráðherrar, finnskur, gamall kollegi minn, Erki Tuomioja og sænsk kona segir þessi ekkert sem heitir Anna Lind. Öllu höldra nafn. Já, og sem að stungu upp á mér. Og ég tók það mjög alvarlega og lagðist í stúdíur og skilaði tillögum og sendi þeim. Daginn sem ég átti að fara upp í flugvél, þá hringir í mig þessi ágæti maður, alveg flaum ósa af eiginlega skömm, sko, og ég bara skildi ekkert hvað hann var að þvæla. Hann því miður að draga boðið tilbaka. Ég held að það væri út á einhverjum efniságreiningi, en hann fór alltaf kringu þetta eins og köttur í kringum eitthvað. Ástæðan var svo, ég hafði það upp úr honum í öðru símtali, ástæðan var svo að það voru einhver kvennasamtök sem voru ein af þessum 4 sem stóðu á bakvið þessar ráðstefnu og þær höfðu sagt að ef að þessi maður, Jón Baldvin, kæmi á þessar ráðstefnu þá myndu þær skipuleggja mótmæli því að hann væri barnaníðingur. Og þær, og ég bara, ég hváði bara og ég bað þó ég hafði fengið tillögurnar mínar ræðuna, já, þær verða birtar, sagði hann. Gæti ég fengið þáttakendalistana og hann sendi mér hann. Í þáttakendalistan voru 5 konur íslenskar og hann náttúrulega alveg harneitaði að svara mér hvaðan kom þessi tillöga og ég fekk ekkert svar við því en ég fekk þáttakendalistan og 2 þingkonur voru á ráðstefnunni. Ég þori ekkert að álykta það að það sé að þetta vera þeirra frumkvæði en hann sagði nóg til þess að það var af þessu frumkvæði feminista og þá ég komin á Tjarnamálsins sem ég sá að ég hef sætt slaufumenningunni
það var engin maður í ríkisútvarpinu talað við mig í mörg ár. Það eru til miðlar sem að sko ég veit að ég er ekki velkomin og ég fæ ekki birtar greinar allstaðar. En aðalatri nú það að þetta ríkjandi, þetta þögult bann. Ég útskúfaður af ákveðnum hópi fólks, öfgafeministum sem að trúa því upp á mig að ég sé glæpamaður. Þetta þögul refsi aðgerð, galdraöld og ég að segja þetta til þess að það er komin tími til sko að rjúfa þögnina, að átta sig á því að ef að það hægt að dæma mann þótt sekan, þótt sakleys sé, þá vorum við komin á hættulegu slóðir. Já, þetta kemur að réttlátri málsmeðferð og að réttaríkið fylgi svona þessum grundvallarreglum og við höfum kannski ekki endilega séð það. Hún náttúrulega dómsmálaráðherra stígur fram á sínum tíma og segir það að hún ætla að trúa þolendum. Mér finnst alltaf í lagi að taka mark á öllum en ég held að við ættum að einbeita okkur að því að fara eftir réttaríkinu og beita réttlátri málsmeðferð og að allir fái réttláta málsmeðferð. Ég held að það sé alveg númer 1, 2 og 3. Og ég held að þessu valdi hafi oft á tíðum, ég ætla ekki að taka afstöðingur að einstakra málefna, að hafi mjög oft á tíðum verið beitt sko ránglega, við höfum séð það. Það er bara því miður þannig. Við náttúrulega gerðum svona eins konar samkomulag að við færum ekki út í þess. Já, það var að mínu frumkvæði, ég lofaði því nú bara. Svona sálma og enda var hugsunni hjá okkur að sækja alla svona að því að væri svo mikið verið að ræða þessi máli og svona, að sækja þá þekkingu til mannsins sem að mögulega og þú bara helst að bara veit meira með þetta heldur en nokkur annar maður á landinu, að því þetta svo miklu brennidefli. En fyrst þú ferð inn á þetta, þá náttúrulega það búið að prjóna yfir sig rosalega mikið og það bara búið að sýna aðilar sem að hafa og bara við vorum með Helga Hrafn Pírata og rættum við hann og hann tók undir það að þessi barátta hafi prjónað yfir sig og farið að beita aðferðum sem væru kannski mjög óheppilegar þó að hann skilgreinir sig sem karlfeminista fyrir ekki og jafnrétti sinna. Við vorum með dósent við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands sem að taldi svo að vera líka. Við vorum með oddvita Pírata í Reykjavík norður síðast, Lenju Rún og hún tók undir þetta og snýri baki við flokknum sínum. Ég held að þessi nálgun og þessi aðferðafræði sem að var beitt hafi beðið ákveðið skipbrot og ég ætla að vona það að við svona förum svolítið vallegar í framtíðin í þessari slaufunamenningu. Ég alveg sammála því. Vissulega erfið mál og erfiðar ásakanir og allt það en ég held að mjög ofta þá er fólk gjörsamlega að fara fram úr sjálfu sér sko. Ekki orðum það meir. Nei, við höfum látað það vera. Bara loka orðin, bara Jón, takk hérlega fyrir komuna og það var virkilega mér var gaman að læra hluti sem ég hafði ekki hugmynd áður. Já, ég hafa alveg ótrúlega gaman að tala við og mjög þakkláttur fyrir að þú skildir hafa komið. Ég ætla að lesa bara nokkur, það bara bara þeir, það bara flott kvöld, góður þáttustrákar, býtum nú með, Arnar segir skemmtilegu þáttur, stjórnmálamáður að gamla skólanum, öfugt við selfie-pólitíkina sem svo vinsæl í dag, búið að vera frábært að hlusta, og sammála besti þátturinn segir Hrafnetta, Jón Baldvin flottur, fáum við Rignir hjörtum til okkar. Já, mér fannst allavega mjög gaman bara. Takk hérlega fyrir komuna. Takk hérlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Hann er að fóra að slökkva á útsendingunni.